Góðan dag. Ég býð ykkur velkomin á sameiginlegan fund borgarstjórnar og ofbeldisvarnar Reykjavíkur í dag, 30. maí 2017. Við erum með þétta og vandaða dagskrá og að loknum þeim erindum sem að verða flutt hér gert ráð fyrir umræðum borgarfulltrúa og fundargesta sem að ættu að hefjast 15:45. Umræður munu fara þannig fram að borgarfulltrúar gefa merki til að komast að mælendaskrá. Öðrum fundargestum sem óska eftir því að taka til máls verður síðan hleypt að jafnóðum. Gert ráð fyrir því að borgarfulltrúar taki einu sinni til máls og ræðutími 5 mínútur. Í lok fundar verður síðan borin upp tillaga innleiðingu verkefnisins opinskátt gegn ofbeldi sem formaður ofbeldisvarnarnefndar borgarfulltrúin Heiða Björg Kilvinsdóttir mun gera grein fyrir í máli sínu. Tillagan einnig aðgengileg á heimasíðu borgarstjórnar. En við ætlum að byrja á stuttu ávarpi frá borgarstjóra. Já, þakka fyrir, forseti, kæru borgarfulltrúar og góði gestir. Einstaklega ánægilegt að vera hér með ykkur á þessum opna fundi borgarstjórnar og ofbeldisvarnar nefndar Reykjavíkur. Salurinn töluvert þéttsetnar í dag en venjulega. Ég ætla svo sem ekki að fullyrða að hann sé betur mannaður en hann allavega fjölmennari og þetta kannski vísbending um það sem koma skal, hver veit. Allavega mjög ánægilegt að sjá ykkur öll hér. Nú við eigum, það eru hér ýmis erindi eins og forseti kom inn á sem að bíða okkar í dag og verður fróðlegt að heyra hvað þar kemur fram. Aðeins varðandi þessi, já ég ætlaði nú reynda líka að bera ykkur góða kveðju borgarstjóra sem einhvern tíma var nú spurt hver hinn raunverulegi borgarstjóri. Hann erlendis, alþjóðasamskiptum. En ég ber ykkur kveðju hans hér með. Aðeins bara örlítið varðandi svona það sem snýr að ofbeldi og umræðum ofbeldi og hér í okkar góðu borg. Við eigum í samstarfi á alþjóðavettvangi þessi mál á svona nokkrum fleiri en einum stað og það auðvitað svolítið merkilegt að fylgjast með því hvernig sjónarhornið mismunandi. Það svolítið svona, þó að vandamálin sé kannski ekkert allsendis ólík, að þá sjónarhornið svolítið ólíkt og það sem við höfum lagt áherslu á í því samstarfi sem við erum að taka þátt í á alþjóðavettvangi að við horfum dálítið mikið inn á við hér. Það að segja við viljum meina að rót vandans liggi jafnvel bara á heimilunum og svona í okkar nær samfélagi. Ógnin þar miklu frekar en einhvern veginn utan að í okkar tilviki og þetta vekur nú oft athygli, fólk svona hugsar, já, það nokkuð til í því og það eitt af því sem hefur verið mjög vel staðið af hálfu ofbeldisvarnarnefndarinnar. Það svona að velta upp þessum að sem sagt í raun og veru að opna umræðu og ekki bara ofbeldisvarnarnefndin heldur bara í starfi ýmissa samtaka og stofnana hér á landi að við þurfum auðvitað að uppræta, við þurfum að komast að rót vandans og við gerum það auðvitað fyrst og fremst, byrjum á því með því að opna umræðuna og opna samtalið þetta og þannig hugsanlega getum við leitt til þess að hér náum við einhvers konar fyrirmyndar ástandi þar sem að ofbeldi bara ekki þolað á nokkurn hátt, hvorki líkamlegt né andlegt og það auðvitað það sem við eigum öll að stefna að og ég held að hljóta að vera það sem allir vilja stefna að í raun og veru. En við erum ekki alveg komið þangað. Þessi fundur kannski ein lítil varða á þeirri leið. Ég hef allavega trú á því að svo sé og ef allir leggjast á eitt þá tekst okkur þetta. En býð ykkur aftur velkomin hér, hlakka til að fylgjast með
þeim erindum sem ég verið að flutt og taka svo þátt í umræðum og nú eigum góðan dag. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Næst ætlum við að heyra í formanni ofbeldisvarnarnefndar, Heiðu Björgu Hilmisdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti og borgarfulltrúar og kæru gestir og borgarbúar sem vonandi að fylgjast með á netinu. Ég ætla bara að fá að bjóða okkur innlega velkomin, sérstaklega þeir sem hafa gert ykkur ferð hingað til þess að vera með okkur í dag. Þetta auðvitað mjög mikið hjartans mál, svo gefur að skilja, sem formanni ofbeldisvarnarnefndar og við höfum lagt okkur fram síðastliðið ár að standa okkur sem best í þeim verkefnum sem okkur hafa verið falin. Hér eru veitingar frammi ef þið viljið, þið skuli ekki sitja hreyfið ykkur ef þið þurfið og náðu ykkur í veitingar og njótið dagsins með okkur. Við höfum lagt okkur fram að sitja fram hér saman hér skemmtilega dagskrá, fróðlega, kannski ekki beint skemmtilega en fróðlega og vonum að þið njótið góðs af því. Þetta í annað sinn sem að ofbeldisvarnarnefndin heldur opinn fund með borgarstjórn. Í fyrra ræddum við Bjarkarhlíð. Ég vona að þið öll þekkið það verkefni en það þessa dagana heldur betur að sanna sig í sanna tilverurétt sinn. Og þar starfa nú félagsráðgjafar og lögregla og fjöldi grasrótarsamtaka og sóknin í rauninni meiri í þá þjónustu heldur en við bjuggumst við. Og við höfum ákveðið að segja að það sé gott, að við vitum að ofbeldi á sér stað og fólk þá bara að leita sér hjálpar. Á liðnu ári höfum við sérstaklega beint sjónum að forvörnum gegn ofbeldi og samhliða okkar starfi unnið að aðgerðaáætlun gegn ofbeldi í Reykjavík og þar má nefna innan borðs verkefni eins og Safe Cities, örugg miðborg sem samkomulag Reykjavíkurborg og lögreglu og samtaka aðila í ferðaþjónustu og slökkviliðsins ofbeldislaus og örugga skemmtistaði. Við erum í Nordic Safe Cities verkefni sem samstarf höfuðborga á Norðurlöndunum. Það sem er verið að finna leiðir til þess að byggja samfélag á trausti, samfélag fyrir alla og byggja upp umburðarlyndi og seigju og passa að það verði engar hópamyndanir eða allir geti verið öruggir alls staðar alltaf og auðvitað á borginni verði þannig, hún á að vera fyrir alla og opin fyrir alla. Við erum líka í samstarfsverkefni við lögregluna og kvennaathvarfið sem hófst hér 2015 sem að kallast Saman gegn ofbeldi og þar verið að taka á þeim heimilisofbeldismálum sem uppkoma og ég gerir ráð fyrir að hér þekki flestir þau mál líka. Það markmiði var í rauninni að bæta verklag og taka á þeim heimilisofbeldismálum sem koma upp og tryggja öryggi borgarbúa á heimilum sínum, veita þolendum og gerendum betri þjónustu og bæta stöðu barna sem búa við heimilisofbeldi. Og þátturinn sem snýr að börnum hefur kannski vakið sérstaka áhuga okkar síðasta árið og hann jafnvel fyrirferðar meira en við gerðum okkur grein fyrir þegar verkefni fór á stað. Og Alda Hrönn Jóhannsdóttir sem hérna á lögreglunni og Halldóra Gunnarsdóttir frá Barnavernd munu auðvitað gera okkur betur grein fyrir því í hverju það felst. En Barnavernd fer með lögreglunni í útköllin þegar heimilisofbeldi á sér stað og styður við börnin í kjölfari með viðtölum og það eru kallaðir til ráðgjafa líka frá velferðarsviði til að standa með þeim börnum sem þarna eiga hlut. Og þessi stuðningur við börnin hefur reynst mjög mikilvægur og við í ofbeldisvarnarnefndinni ákváðum að beina svolítið augunum að því hvernig getum við stutt þessi börn betur. Við erum að mæta þessum börnum í leikskólum og grunnskólum og frístundastarfi alla daga og þannig ábyrgð okkar mikil og auðvitað líka okkar sem borgarstjórn og sem samfélag sem Reykjavíkurborg hvernig við getum staðið með þessum börnum, auðvelda þeim að koma fram, segja frá því ofbeldi sem þau verða fyrir og fá hjálp til þess að komast út úr þeim aðstæðum eða fá það sem þau þurfa. Við fengum upplýsingar það að einhverjar rannsóknir sýndu að meðaltali segði barn fullorðnum aðila frá 7 til 10 sinnum áður en einhver fullorðinn hlustaði og við viljum breyta því. Við viljum að barn þurfi einungis að segja frá, helst einu sinni og þá sé einhver fullorðinn sem hlustar. Og þess vegna þarf í rauninni að þjálfa starfsmenn borgarinnar sem vinna með börnum í því að sjá merki þess ef barn beitt ofbeldi og þjálfa þau líka í því hvernig á að bregðast við þegar barn segir frá slíku. Því lögðum við áherslu á það að kynna okkur vel tilraunaverkefni sem fór í gang hér 2014 sem heitir opinskátt ofbeldi sem í rauninni vísa til þess að við eigum bara geta tala ofbeldi. Ef við lendum í ofbeldi eigum við geta sagt frá en við eigum líka geta tala ofbeldi og sagt ofbeldi á ekki að líðast hér, rétt eins og borgarstjóri sagði hér rétt áðan.
Og markmið verkefni sem var einmitt að auka þekkingu barna á ofbeldi og gera þau færum að ræða ofbeldi og taka afstöðu gegn því. Og þetta voru verkþættir, það var unnin viðbragðsáætlun vegna grunns ofbeldi í skólunum, leikskólunum og frístundamiðstöðunum þar sem verkefni var. Og það voru fræðslufundir með öllu starfsfólki og það var hanna veggspjald sem var hengt upp og prentað með upplýsingum til barna hvert þau geta leita og það var nýttist líka sem stuðningur við starfsfólk þegar það verið að fjalla ofbeldi, afleiðingar og lausnir. Og það voru líka útbúnar myndir og stuðningstesta til að nota í kennslu og frístundastarfi til þess að auðvelda opinská umræðu ofbeldi. Og þetta allt saman munu þau Inga Sigurðardóttir frá Grandaskóla og Martin Brjus Smedlund frá frístundaheimilinu kynna betur fyrir okkur á eftir. En við sáum það að þekking starfsfólks var mæld þarna áður en verkefni hófst og eftir að því var lokið og þekkingin jókst og fólk upplifir sig öruggara og betur í stakk búið til þess að taka við svona upplýsingum og vinna úr þeim og koma þeim í réttan farveg. Í könnun sem var gerð fyrir verkefnið og áður voru 24% starfsmanna sem töldu sig alveg fullbúna til þess, eða sem töldu sig þekkja einkenni kynferðisofbeldis, en eftir fræðsluna voru það 52% sem töldu sig vera örugg að þekkja einkenni kynferðisofbeldis, sem auðvitað ein af þessum tegundum ofbeldis sem að börn geta orðið fyrir á heimilum eða í samfélaginu. Þannig að okkur fannst rétt eftir að hafa skoðað þetta vel að nýta þetta verkefni og leggjum því til hér í dag að við innleiðum þetta verkefni í skólum og frístundamiðstöðum og leikskólum borgarinnar. Og ég ætla að fá bara með leyfi forseta að lesa upp tillöguna. Hún hljóðar svo: Borgarstjórn Reykjavíkurborgar leggur til að verkefni opinskátt ofbeldi verði tekið upp í öllum skólum borgarinnar. Skóla- og frístundasvið geri áætlun innleiðingu þess í skólum og sett verði á fót teymi skólum til stuðnings og ráðgjafar. Gengið verði frá innleiðingaráætluninni og teymið stofnað í sumar svo hægt sé að undirbúa verkefnið og innleiða þau í einhverjum skólum á næsta skólaári. Í teyminu eiga sæti skólafólk sem tók þátt í tilraunaverkefninu ásamt fulltrúa frá mannréttindaskrifstofu, en skrifstofan vann einnig að þessu verkefni mannréttindaskrifstofu sem hefur reynslu af verkefni. Já, nú einhver ég aðeins að laga þessa setningu. Saman gegn ofbeldi. Í samstarfi við fjármálastjóra ráðhússins verði faglega vinna kostnaðaráætlun vegna verkefnisins í samráði við skóla- og frístundasvið og velferðarsvið og leggja fram til borgarráðs þá áætlun. Kostnaðaráætlun takið bæði til allra þáttar sem snúa að skóla- og frístundasviði, barnavernd, Reykjavíkur, en búast má við fjölgun tilkynninga til barnaverndar í kjölfarverkefnisins. Þessa tillögurinnu leggjum við hér fyrir borgarfulltrúa til að melta á meðan á fundinum stendur. Hún rímar vel við stefnu borgarinnar, hún rímar vel við Nordic Safe Cities verkefni þar sem einmitt verið mikið að vera að tala að maður er að horfa á fjölskyldurnar og horfa á börnin þegar þau eru að alast upp og grunninn. Og líka stefnu skólafrístundasviðs og hún er einnig í beinu framhaldi af bókum borgarstjórnar. Við ræddum hér öryggi í borginni á fundi okkar 7. febrúar 2017 þar sem að meðal annars inn í langri bókun öryggismál í borginni kom fram að stefnt skyldi að því að verkefni opinskátt ofbeldi verði tekið upp í öllum skólahverfum borgarinnar og að ofbeldisnefnd haldi áfram að vinna aðgerðaáætlun gegn ofbeldi í Reykjavík. Þannig að við teljum nú nokkuð öruggt að þetta hljóti í nokkuð góðan hljómgrunn, en enga síður þá fannst okkur mikilvægt að lesa upp tillögunni í byrjun þannig þið vitið hvaða tillaga liggur fyrir fundinum. Þið fáið hér frábæri erindi frá helsta fagfólki landsins í þessum málum og fulltrúum í ofbeldisstjórnarnefndinni. Það auðvitað dýrmætt að vera með þetta samstarf aðila, bæði fagaðila, grasróta og pólitíkurnar inn í ofbeldisstjórnarnefndinni þar sem við getum einhvern veginn svona reynt alltaf að finna leiðir í sameiningu hvernig við getum leyst og unni sem best saman. Við settum saman þessa dagskrá þannig að mér átti að vona að þetta muni gefa góða innsýn í málefnið og okkur fallist ekki hendur við að vita umfang ofbeldis í borginni og umfang fjölda þeirra barna sem verður fyrir ofbeldi, heldur fyllumst eldmóði í því að gera eitthvað í þessu og standa saman þannig að öll börn í Reykjavík upplifa þau séu vernduð og fái að eiga sína æsku. Við þökkum formanni ofbeldisvarnarnefndar og borgarfulltrúanum Heiðu Björgu Hilmirsdóttur fyrir þessa yfirferð. Hún hefur borið fram tillögu sem að verður tekin til afgreiðslu undir lokfundar
Næst heyrum við í Steinunni Gyðu og Guðjónsdóttur sem verkefnastýra á Stígamótum sem hún ætlar að fjalla um kynferðisofbeldi gegn börnum og unglingum. Og ég vil hópa hinum einn. Hvað segir þið? Takk. Komið sæl. Ég vil þakka fyrir þennan góða fund og þetta tækifæri til þess að hitta ykkur öll og tala við ykkur. Ég ætlaði að segja ykkur aðeins frá kynferðisofbeldi gegn börnum eins og það birtist okkur á Stígamótum. Og þá hvaða tillögur við erum með til þess að bæta hlustunarskilyrði fyrir börn. Í íslensku rannsóknum hefur komið fram meðal annars eins og í rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur frá 2002 að 23% stelpna og 8% stráka hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur og í rannsókn sem var gerð fyrir Barnaverndarstofu 2006 voru tölurnar 13,5% stelpna og 2,1% stráka. Þannig að allir sem vinna með börnum þurfa að vita að meira en 10. hvert barn hefur verið beitt kynferðisofbeldi og það er mesta líkur á því að barnið hafi ekki sagt frá því. Þannig að í öllum skólum, leikskólum og félagsmiðstöðum eru væntanlega börn sem eru hjálparþurfi. Aðeins bara umfang starfsins hjá okkur á Stígamótum. Til okkar, frá því að við opnuðum dyrnar árið 1990, hafa leitað 7.800 einstaklingar sem hafa verið beittir kynferðisofbeldi. Á síðasta ári voru ný mál tæplega 350 og þessum málum fylgdu 571 ofbeldismaður. Það var það sem að fólkið okkar tilgreindi í viðtölunum. Auðvitað geta einhverju ofbeldismenn verið tvítaldir en einnig erum við með mjög mikið af fólki sem hefur verið beitt ofbeldi af fleiri en einum ofbeldismanni. Alls voru einstaklingar hjá okkur í viðtölum í fyrra rúmlega 650 og það er þá að viðbætti því fólki sem er að fylgja okkur milli ára. Karlar voru 12,3% af þeim brotaþolum sem leituðu til okkar. Varðandi ofbeldi gegn börnum, þá er hér á þessari mynd samanburður á aldri einstaklinga þegar þau leituðu aðstoðar á Stígamótum og aldrinum sem þau voru á þegar þau voru fyrst beitt kynferðisofbeldi. Fjólubláu súlurnar sýna hvað þau voru gömul þegar þau voru beitt fyrst ofbeldi og gulu súlurnar sýna hvað þau voru gömul þegar þau leituðu til okkar. Og á þessari mynd sést að 67,8% af þeim sem leituðu til okkar í fyrra voru beitt kynferðisofbeldi á meðan þau voru ennþá börn. Þau voru sem sagt ekki orðin 18 ára þegar þau voru beitt kynferðisofbeldi. En stóri hópurinn sem kemur til okkar er ungt fólk á aldrinum 18 til 29 ára. Stígamót taka þetta bara á móti fullorðnu fólki og þess vegna hrúast þau þarna inn þegar þau eru orðin 18 ára. En það er alvarlegt að sjá að svo mörg þeirra hafi verið beitt kynferðisofbeldi svona snemma á lífsleiðinni og bara til að gera ykkur grein fyrir umfanginu þá er til dæmis þarna súlan að þeim sem eru beitt fyrst ofbeldi á aldrinum 5 til 10 ára, þetta eru 101 einstaklingur í fyrra. Og á aldrinum 11 til 17 ára, þetta voru 119 einstaklingar. Og þetta er bara fólki sem kom til okkur í fyrra. Þetta martaði með gömul mál. Og svo bara ef við horfum aðeins á það hversu lengi til dæmis ofbeldi stóð yfir. Sifjaspell skilgreinum við sem kynferðisofbeldi gegn börnum sem er beitt af einhverjum sem stendur þeim nærri og þau eiga í traustsambandi við. Þannig að það getur verið foreldri eða fjölskyldumeðlimur en það getur líka verið einhver sem þau átt að treysta eins og íþróttaþjálfari eða kennari eða einhver slíkur. Og þarna sjáum við að stóri hópurinn ár eftir ár hjá okkur hefur verið beittur sifjaspellum á bilinu 1 til 5 ár. Þannig að í fyrra var þetta 51 einstaklingur sem bjó við ofbeldi í meira en ár. Og það voru 5 einstaklingar sem kom til okkur í fyrra sem voru beittir sifjaspellum í 6 ár eða lengur. Við spyrjum fólki alltaf þegar það kemur til okkur við hvað fagaðila hafið þið rætt áður en komið var til okkar. Ég er svona bendigræja á þessu. Þarna er þetta. Sjáu stóri hópurinn ár eftir ár hefur ekki talað við neinn fagaðila. Þannig að Stígamót er þó fyrsti fagaðili sem að þetta fólk er að leita til. Sífellt stærri hópur hefur talað við sálfræðing áður en þau komið til okkar. En það sem ég langaði að vekja athygli ykkar á er þessi hópur hér. Það eru skólastarfsmenn. Og þetta voru sem sagt 229 einstaklingar sem voru beittir kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur sem leituðu til okkar í fyrra.
20 af þeim höfðu talað við skólastarfsmann. Þarna klárlega hægt að bæta einhver hlustunarskilyrði svo fleiri geti opnað sig þessi mál í sínu nærumhverfi. Kannski til þess að setja líka í samhengi, hér aldur ofbeldismanna þegar ofbeldi var framið að sögn sem sagt brotaþola. Og við sjáum þarna 125 af þeim sem beittu ofbeldinu eru yngri en 18 ára. Þannig að við getum margoft lent í þeirri aðstöðu að vera jafnvel með brotaþola og ofbeldismann í sama skólanum eða í sömu frístundamiðstöðinni og svo framvegis. Þannig að við þurfum að gera okkur grein fyrir þessu líka. Erfiðustu afleiðingar kynferðisofbeldis. Fólk nefnir kvíða, skömm, depurð, lélega sjálfsmynd, sektarkennd og alls konar aðrar alvarlegar afleiðingar. Ég vil nefna hérna sjálfsvígshugleiðingar, það voru 38% sem að töluðu það í fyrra og 25% af þeim sem að leituðu til Stígamóta í fyrra höfðu gert sjálfsvígstilraun. Við gerðum fyrir nokkrum árum samanburð á afleiðingunum hjá fólki sem hafi verið beitt kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur og hjá þeim sem voru beitt kynferðisofbeldi á fullorðinsaldri. Og þarna bárum við saman einstaklingarnir sem kom til okkar á 3 ára tímabili 2009 til 2011. Og appelsínugulu súlurnar sýna fjöldan sem að nefnir þessar afleiðingar og bláu af þeim sem voru yngri en 18 ára þau voru beitt ofbeldinu og bláu súlurnar sýna fjöldan sem nefndi þessa afleiðingu sem voru eldri en 18 ára. Og eins og þið sjáu þá bara virðist vera sem að fólk sem beitt ofbeldi fyrir 18 ára aldur það bara ber fleiri afleiðingar kynferðisofbeldisins. Það eru miklu fleiri sem að nefna lélega sjálfsmynd. Og það eru fleiri sem að nefna kvíða, sektarkennd, flashback hérna. Og síðan áhugavert að sjá hvað rosalega mikill munur í sjálfsvígshugleiðingunum. Hérna sjáum við að tæp 45% af þeim sem voru beitt kynferðisofbeldi á barnsaldri eru með sjálfsvígshugleiðingar og aðra sjálfskaðandi hegðun og hugsanir, sjálfskuðun, kynferðislega hegðun og átröskun. Sjá þarna stóran mun á því hversu margir nefna þetta. Og hérna áfram afleiðingarnar, þannig við sáum líka marktækan mun þegar við spurðum fíkn að þeir sem hafa verið beitt kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur, það eru marktækt fleiri sem að nefndu áfengisfíkn, aðra vímuefnafíkn og kynlífsfíkn. Þannig að það eru þetta áskoranir fyrir stofnanir þegar við vitum af því að í langflestum barnahópum einhver brotaþoli og mjög líklega brotaþoli sem hefur ekki sagt neinum frá ofbeldinu. Þannig að menntun fagstétta skiptir auðvitað máli í þessu samhengi að fólk viti, þekki kynferðisofbeldi, viti hvernig á að bregðast við því, geti talað það á þann hátt að það sé fyrirbyggjandi að það sé hægt að vera með forvarnastarfsemi. Við komum gjarnan með fræðslu á þá staði þar sem þess óskað. Verkferlar skipta líka máli í þessu sambandi og í verkferlum þeir snúast ekki bara hvað ætlum að gera þegar barn segir frá. Það þarf líka að kveða á forvarnastarf í skólanum. Það þarf að tryggja það hvernig börnin viti af hjálpinni og hvert má leita í vafatilfellum. Það þarf að vera skýrt hvernig stuðning barni kemur til með að fá og hvernig samskiptin verða þegar barnið fær stuðning hjá barnavernd, hvernig því miðlað til skólans, þannig að skólinn viti hvaða stuðning barnið að fá. Samskipti við foreldrar þurfa að vera skýr og svo þetta síðasta ofbeldi í kærustupárasamböndum og þetta snýr kannski sérstaklega að unglingunum. Þá höfum við mörg dæmi það að brotaþoli og ofbeldismaður séu saman í bekk eða saman í árgangi, saman í skóla og þá þarf að skoða hvernig hægt að gera aðstæður í skólanum bærilegar fyrir brotaþola. Hvernig getum við þannig að brotaþoli þurfi ekki að víkja úr skólanum eins og við höfum fjölmörg dæmi brotaþoli sem hætta í skólanum eða jafnvel flytja úr sveitarfélögum til þess að forðast það að þurfa að vera í samskiptum við ofbeldismanninn. Og aðeins meira þetta með unglingana. Þetta eru eiginlega erfiðustu málin sem við fáum til okkur á Stígamótum. Það eru krakkarnir sem eru að hringja í okkur sem ekki orðin 18 ára og þau vilja fá hjálp. Þau vantar að fá aðstoð en þau vilja alls ekki að foreldrar þeirra
fregnir á málinu og þau vilja alls ekki leggja fram kæru eða fara inn í eitthvað svona formlegt ferli. Og þarna vantar okkur einhverja millileið fyrir þessa krakka vegna þess að þau hafa hringt til okkar í sjálfsvígshugleiðingum og við verðum að virða lögin tilkynningar til barnaverndar og þannig að við lendum í svona dilemmu með þessa krakka. Þannig að okkur hefur dottið í hug hvort það sé hægt að hafa einhverja nafnlausar leiðir fyrir þessa krakka eða gefa einhver tækifæri. Þannig að þetta eitthvað til að hugsa. Og eins með bara að við þurfum að gefa öllum börnum tækifæri til þess að opna á þessi mál. Veggspjöld í öllum skólum með leiðbeiningum hvað þau geta gert væri mjög til gagns af því að markmiðið er alltaf að hjálpa börnum að taka stóra skrefið og opna þessi mál. Hér lítill hluti af okkar fólki. Þau voru öll beitt kynferðisofbeldi áður en þau eruðu 18 ára. Þau voru öll beitt kynferðisofbeldi á meðan þau voru ennþá lagalega síð börn. Og þau voru á aldrinum frá 5 ára aldri og fram til 17 ára. Og tölurnar sem þau halda á merkja árin sem að liðu frá því að þau voru fyrst beitt kynferðisofbeldi og þangað til þau leituðu sér hjálpar. Og spurningin mín til ykkar, myndum við ekki vilja sjá lægri tölur? Takk fyrir mig. Við þakkum Öldu Hrönn fyrir Steinunni fyrir erindið, en það Alda Hrönn Jóhannsdóttir sem hins vegar næst. Hún aðallögfræðingur hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og hennar erindi heitir eitthvað að breytast eða eru augu okkar að opnast? Gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl. Takk fyrir að bjóða mér fyrir í dag. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt skref sem við erum að taka hér með að halda svona opinn fund akkurat þetta því að börnin eru jú framtíðin og þess vegna þurfum við að búa þeim fullnægjandi æsku og koma í veg fyrir að þau séu beitt ofbeldi með öllum tiltækum ráðum. Ég svara betur spurningun á eftir varðandi hvort að eitthvað sé að breytast eða eru augu okkar að opnast og kannski stutta svarið bæði og við munum sjá það svona aðeins í gegnum þetta. Ég ætla að fara mjög hratt yfir að því mér langar að segja svo margt en ég ætla að reyna að halda mig við efnið þessara kynningar. Þetta eru skilgreiningar sem lögregla vinnur eftir, það er að segja að sé að ræða náin tengsl, sé að ræða brot og brotið getur líka verið brot á barnaverndarlögum. Þannig að þið hafið það í huga. Þetta eru saman gegn ofbeldi og það er eitt af megin markmiðum þess verkefnis að tryggja öryggi og hagsmuni barna á heimilum. Þegar börn eru beitt ofbeldi af nánum einstaklingi þá er það heimilisofbeldi. Þetta er þessi klassíski ofbeldishringur sem að mér finnst mjög mikilvægt að við höfum í huga. Lögregla er að koma inn í málin þegar þessi ofbeldi er kaos og það jafnvel kannski mesta líkur á því að börnin sé að segja frá. En það er jafn skaðlegt fyrir börnin að búa á hinum tímabilunum inn á heimilum þar sem að ofbeldi á sér stað vegna þess að það hefur jafn mikil líffræðileg skaðleg áhrif á börnin. Og það er mjög mikilvægt að hafa það í huga, jafnvel þó þau sjáu aldrei beint ofbeldi. Mikilvægir áhættuþættir, það er eitthvað athugavert við textann, hann á að vera svartur, en það er í rauninni það þegar að viðkomandi þegar var að slíta samskiptum, þegar að stigmögnun, hálstaka mjög alvarlegt og það er svona kannski það sem fræðin er að segja okkur meira núna, við þurfum að bæta okkur í. Það er þegar að eru eldirhellamál, börn eru í sérstökum áhættuhópi, barnshafandi konur í sýningur aðeins varðandi það, af því að þar byrjar jú æska barnanna í móðurkviði. Þannig að það eru marg svona áhættueinkenni sem við þurfum að hafa í huga og sem eru ekki þarna. En allavega, frá 2003 og til dagsins í dag hafa orðið 22 manndrápsmál á Íslandi, reyndar að undanskildu síðasta andláti. Þannig að 55% eða 12 mál falla undir skilgreininguna heimilisofbeldi sem er ansi stórt hlutfall og þar af 9 mál þar sem voru í nánum tengslum. Það segir okkur í rauninni það að það voru í rauninni 3 mál þar sem börn átti hlut.
þar sem að börn létu lífið í svona samskiptum. Þannig að við verðum að tryggja hagsmuni barnanna. Þetta fjöldi heimilisofbeldismála hér á höfuðborgarsvæðinu hjá lögreglu. Eins og þið sjáið þá bláa línan heildarfjöldin, ágreiningsmálin appelsínugula liturinn og grái liturinn heimilisofbeldi. Áður fyrr 2013 og þar á undan voru það bil 250 mál á mánuði. Það breyttist í desember 2014 þegar nýjar verklagsreglur ríkislögreglustjóra tóku gildi því þá fórum við að skilgreina þetta rétt og þau eru búin að vera það bil 650 mál á ári frá því að við byrjum að skrá þetta rétt. Þannig að það 130% fjölgun á þessum málum en það segir okkur líka að við erum þá að skrá þetta rétt. Það líka þannig að eftir að þetta byrjaði að þá heyrum við mikið af því að þolendur þori frekar að stíga fram, brotaþolar og tilkynna og vita þá halda það sé mögulega og treysta því að sé eitthvað gert í þeirra málum. Síðustu 2 mánuðir hafa verið svolítið svona toppmánuðir hjá okkur og við sjáum hér að það talsverð mikil sveifla í mánuðum á þessu tímabili. Síðustu 2 mánuðir, meðaltalið 50 mál á mánuði, þeir hafa verið það bil 65-67 mál á mánuði. Þannig að það virðist vera að fara ennþá ofar, allavega síðustu 2 mánuði. Þetta eru tengslin. Það í makasamböndi eru þarna í rúmlega 60% af tilvika. Barn gegn foreldri og foreldri gegn barni. Foreldri gegn barni 9% þessara mála sem við erum að sjá. Barn gegn foreldri, en þetta ekki með tilliti til aldurs, þannig að það barn foreldri síns án þess að tekið sér tilliti þess hvort það sé ólögráða ekki. Þetta það ofbeldi sem við erum að sjá og ég hef yfirstrikað þarna rauða brotin á barnaverndarlögum. Í 4% málana erum við að sjá það. Hverjir eru sakborningar? 82% eru karlmenn, það að segja gerendur, 76% eru íslenskir, það eru 55 þjóðarnir sem við erum með, 63% á aldrinum 18-40 ára, en það virðist vera svona helsti aldurinn þar sem að mesta hættan það er mesta kannski álag, það vera að byggja fjölskyldu, koma undir svo fótunum, vinna mikið, ásamt því að stofna fjölskyldu og við þurfum að huga sérstaklega þeim hópi. Það bil helmingu var undir áhrifum. Þetta eru brotaþolar, 72,8% voru konur, tæplega 28% voru karlmenn, 1/3 af þeim eru drengir. 86% íslenskir, 54% á þessum viðkvæma aldri, 23% þolandi undir áhrifum og saga ofbeldi, það að ítrekanir í 69%. Börnin á heimilum, þetta tæplega 2 árum, þetta fjöldi barnanna á heimilunum á þessu tímabili. En þarna sjáum við að það það bil 1318 börn það bil sem búa við þessar aðstæður á þessum tíma, á tæplega 2 árum, sem gríðarlegur fjöldi. Í það bil 9% heimilisofbeldismála eins og áður sagði ofbeldi foreldra gegn börnum. Í tæplega 7% málana eru börnin ólögráða, það að segja undir 18 ára. Það það bil 100 mál. Vopn eða áhöld eru skráð í 19 málana, það að segja einhvers konar belti, prik, spýtur og svo framvegis. Áverkar eru skráð í 61 mál af 100, en ekki alltaf sem börnin voru með áverka þrátt fyrir að hafa verið beitt ofbeldi. Í sumum tilvikum ráðast börnin á foreldra sína út af til dæmis eiga við einhverja hegðunarerfiðleika að stríða og foreldrar eru síðan að reyna að hemja börnin með valdi. Í 69 málana hafði einhvers konar ofbeldi átt sér stað, það að segja ítrekun sem börnin bera Félagsþjónusta og barnavernd á vettvangi í 64 málum, ekki alveg öllum að því sumir eru kærð á stöð og óskum rannsókn frá barnavernd kemur síðan mögulega líka. Tilkynnendur, það að segja brotaþolar eða fjölskyldumeðlimir eða nágrannar, þetta eru 2/3 hlutar, 1/3 hluti berst frá barnavernd. Og það hefur í rauninni sýnt sig, ég sýni ykkur aðeins á eftir, að við erum að fá vísbendingar þetta ofbeldi gegn börnunum í gegnum þetta heimilisofbeldisverkefni. Því við erum að fara á staðinn og þá sjáum við eitthvað meira heldur en áður hefur verið kunnugt Konur eru gerendur gegn börnum í 40% tilvika, sem mun hærra hlutfall eins og þið sáuð heldur en almennt í heimilisofbeldi.
og 34% barnanna eru af erlendum uppruna og við erum að sjá það í gegnum okkar tölfræði að það verulega mikil þörf á stuðningi við fólk sem eru af erlendum uppruna eru að koma hingað til lands, bæði að þau sé kunnugt hvaða reglur gilda hér á landi, eins og við erum með nokkuð góða löggjöf fyrir börn og eins bara að hvaða leiðir og hvaða bjargir þau hafa. Þið sjáu þarna aldurinn, en það virðist vera aðalega á bilinu 6-12 ára sem allavega börnin eru að stíga fram og flest málin eru. Þið sjáu líka að það svona nokkurn veginn helmingur stúlkur og drengir. Áhrifin á börnin, þau eru verulega bjargarlaus, þau vantar rödd, það enginn að tala fyrir þau lifa í aðstæðunum og eru háð þessum aðstæðum. Það eru líffræðilega áhrif sem þetta hefur á börn, þetta hamlar þroska í framheila, þau eru ekki sofandi þrátt fyrir þessa mýtu að börnin séu bara sofandi og hafa ekki orðið fyrir þessu og það breytir heldur ekki máli hvort þau voru sofandi ekki að því þau verða vör við allan hennar ofbeldishring sem hefur nákvæmlega sömu áhrif. Við verðum að láta börn njóta vafans, við verðum að hjálpa þeim, það enginn annar en við að fara að hjálpa þeim, það þarf að hjálpa þeim og við verðum að beina sérstaklega sjónum að börnin sem eru þá brotaþolar, saman hvort þau verði beint vitni á ofbeldi, búa við þessar aðstæður vegna þess að það verið að brjóta réttindi þeirra. Brot gegn börnum, þetta brot af barnaverndarlögum og þið sjáu að þessi tölfræði hefur hækkað verulega. 2017 bara til apríl núna á þessu ári, þannig að það það bil 50 mál. Við gerðum átak í því hjá lögreglu að fara í gegnum þessi mál sem að segja við byrjuðum í apríl á síðasta ári að beina sérstaklega sjónum okkur að brotum á börnum og brotum á barnaverndarlögum sérstaklega, þannig að við bætum því inn í okkar skráningar og þess vegna erum við að sjá líka gríðarlega hækkun á þessum málum og inn í okkar kerfum. Það hefur líka aukist verulega og það náttúrulega bara þannig að þegar við ræðum mikið þetta þá fara augu okkar að opnast og þá sjáum við meira og þá vitum við líka hvert við að beina því. Ákærur í málunum, það var töluvert munur á milli 2014, 15 og svo 16. Það kann að skýrast að það hafi bara ekki verið gefin út, þetta í apríl sem við tókum út þessa tölfræði. Langflest af þessum málum í rauninni ekki það sem kemur í gegnum barnavernd, heldur það sem kemur í gegnum þessi mál. Þannig að við þurfum að hafa það líka í huga. Örlítið, þetta lagaákvæði nýja varðandi 218b, nýja almenna hegningarlagaákvæði, þetta safnákvæði þar sem við hættum að beina sjónum okkar að einstöku broti og förum að beina sjónum okkar að þessar ógn sem til staðar á heimilum, við heimilisofbeldi og þetta með greinargerðinni að það verið að segja að þetta sé ekki lengur einkamál fólks, þetta samfélagslegt vandamál sem á ekki að líðast í lýðræðislegu þjóðfélagi og þannig sérstaklega veginn áhersla á að auka réttarvernd barna sem búa við ofbeldi á heimilum. Athafnir sem beitt til að skapa ógnina beinast beinlínis að börnunum sjálfum og gegn þeirra nánustu og það hefur áhrif á börnin. Þið þekkið þetta, væntanlega þetta barnaverndarlögin 98. og 9. grein barnaverndarlaga og þetta líka úr því. Þetta úr greinargerð með breytingu á barnaverndarlögum 2009 eftir svokallaðan rassskillingadóm þar sem að héraðsdómur Norðurlands eystra komst að þeirri niðurstöðu að rassskilling væri ekki ofbeldi gegn barni. Þetta breytingin og þannig það sérstaklega lögð áhersla á akkurat þetta að við verðum að draga fram þetta ógnarástand sem á hagi barna á þessum heimilum. Þannig að löggjöfin hefur verið alveg kýrskýr frá allavega 2009 að við ættum ekki að líða þetta. En við höfum kannski ekki alveg fylgt því eftir. Bara aðeins, 1 af hverjum 5 barnshafandi konum eru beittar ofbeldi samkvæmt rannsóknum íslenskum. 21% af konunum sem beittu voru ofbeldi voru einnig beitt af því barnshafandi. 30–40% giftra kvenna, þetta erlend rannsókn, sagði að ofbeldi hafi hafist þegar það voru barnshafandi. Og það líka mun líklegri til að vera fyrir alvarlegu ofbeldi á meðgöngu heldur en aðrar konur. Þær eru einkum miðaðar að þessu viðkvæmu, kvið, brjóstum og kynfærum. Líffræðilega áhrif á barni eru þessi boðefni sem að barni fær sem eru verulega óæskileg, þar að segja hefur áhrif á lífeðlisfræðilega starfsemi hjá barninu. Þetta hefur áhrif á fæðinguna og allt saman eftir fæðingu. Þetta með orðum
hefur áhrif á það að móðirin geti annars barn sitt, dregur úr sjálfstrausti, hún einangruð og svo framvegis, hefur líka þetta náttúrulega fjárhagslega ofbeldi. Þetta er í rauninni síðasta glæran og það sem ég vildi bara leggja áherslu á og svara spurningunum minni frá því áðan. Já, það ýmislegt að breytast, þekkingun okkar á ofbeldi miklu betri, við erum alltaf að fá meira og meiri þekkingu og áhrif heimilisofbeldis bara á fólk sem að býr við þetta og þar sérstaklega börnin. Við þurfum að koma inn til bjargar og segja að þetta eigi ekki að líðast, ofbeldi gegn börnum á ekki að líðast, menningin kemur heldur ekki í veg fyrir það, við eigum ekki að líða ofbeldi gegn börnum og við eigum að hjálpa þeim og beita öllum tiltækum ráðum sem við höfum, eins og þau kunna að vera margvísleg og þá þurfum við að hlusta og þetta snýst allt þetta, I will tell you my story if you care to hear it. Það ekki sama að segja söguna eða hafa hagsmuni eða að vilja að það sé eitthvað sem hafa raunverulega vilja til þess að heyra söguna. Það ekki það sama. Þannig að við þurfum að passa upp á það að við höfum raunverulega hagsmuni viðkomandi í húfi þegar við erum að tala við hann. Þá segir hann okkur. Við þurfum að tryggja fjármögnun, við þurfum að veita annan stuðning og við þurfum að hætta að vinna í sílóum eins og við höfum í rauninni verið að gera undanfarið og það eiginlega þessi stóra breyting sem orðið að taka þetta upp. Við erum öll að vinna saman að hagsmunum fólksins sem við erum að vinna fyrir og það þau sem skipta máli, ekki kerfið. Og ef að kerfið ekki að sinna því þá erum við að breyta kerfinu. Já, takk fyrir. Við þakkum Öldu Hrönn fyrir hennar erindi. Næst heyrum við í Sigþrúði Guðmundsdóttur sem framkvæmdastýra samtaka kvennaathvarf. Hún ætlar að kynna fyrir okkur myndina Tölum ofbeldi. Komið sæl. Takk fyrir þennan fund og takk fyrir að fá að vera með á honum. Það svona síðast þegar við héldum fund að þessu tagi, það bil árið síðan, þá töluðum við mikilvægi þess að stofna miðstöð fyrir þolendur ofbeldis og síðan þá hefur Bjarkarhlíð opnað og sinnt tugum þolenda ofbeldis og ég lít þannig á að hér hafi myndast hefð að brugðist verði hér eftir við öllum óskum þessa fundar og ótrúlega spennt að sjá hvað gerist hratt í þetta skipti. Við í kvennaathvarfinu höfum verið að leggja aukna áherslu og þjónustu við börnin sem koma hingað og nú akkurat ætla ég að sýna ykkur teiknimyndina Tölum ofbeldi sem einmitt afurð þeirra vinnu. Ég held ég byrjum bara akkurat á því. Myndin gerð fyrir fé sem að Jón Gnarr lét renna til athvarfsins á sínum tíma og var gerð annars að mestu leyti að handritið skrifað af starfskonum athvarfsins og unnið svona í góðri samvinnu. Á hvað á ég í það? Þannig að við byrjum bara að horfa á myndina. Stundum heyrum við af fjölskyldum þar sem allir eru glaðir og allir eru alltaf vinir. Þannig það nú samt yfirleitt ekki. Í flestum fjölskyldum fer fólk stundum í fílu. Það rífst og verður jafnvel reitt. Það alveg eðlilegt. Því það getur verið svolítið flókið að vera fjölskylda. En svo til heimilisofbeldi sem allt annað heldur en rifrildi. Það eru til margar gerðir af heimilisofbeldi. Til dæmis andlegt ofbeldi þegar einhver notar ljót orð og hótanir þannig að hin á heimilinu verða hrædd og þeim líður illa. Svo líka til líkamlegt ofbeldi sem það þegar einhver meiðir annan með því að slá, kýla, sparka eða jafnvel henda hlutum í aðra. Fólk gerir stundum svoleiðis til að stjórna öðrum. Og það líka ofbeldi að þurfa að horfa eða hlusta á þegar einhver sem manni þykir vænt beittur ofbeldi. Heimilisofbeldi á sér stað í alls konar fjölskyldum, stórum og litlum, hjá ríkum og fátækum og sama hvaðan fólk kemur, hvernig það lítur út eða hvernig það býr. Oft eru það karlar sem beita konur og börn ofbeldi en það samt ekkert endilega þannig. Konur beita líka stundum ofbeldi og jafnvel krakkar líka.
Það getur verið erfitt að trúa því að einhver vilji meiða eða hræða þau sem hann elskar og það ruglingslegt þegar að þeir sem eru venjulega góðir eru líka stundum vondir. Börn sem búa við ofbeldi finna oft fyrir hræðislu, reiði og einmanaleika. Þau geta fengið magapínu eða höfuðverk, stundum sofa þau illa og fá martraðir og oft hafa þau áhyggjur af hinum í fjölskyldunni og finnst svo vont að geta ekki hjálpað. Ofbeldi skaðar alla í fjölskyldunni og ekki gott fyrir neinn, ekki einu sinni fyrir þann sem beitir því. Ofbeldið versnar oft með tímanum og það hverfur yfirleitt ekki án hjálpar frá öðru fólki. Þess vegna má ofbeldi ekki vera einkamál fjölskyldunar og það alltaf best að segja frá. Stundum halda börn að ofbeldið heima hjá þeim sé þeim að kenna á einhvern hátt. Það ekki rétt. Fullorðna fólkið ber ábyrgð á hegðun sinni og líka á því að börnunum líði vel. Ofbeldið aldrei neinum öðrum að kenna en þeim sem beitir því og sá sem beitir ofbeldi þarf hjálp til að hætta því. Ef þú eða einhver sem að þú þekkir verða fyrir ofbeldi eða eru hrædd heima hjá sér best að tala það við einhvern fullorðinn sem þú treystir vel. Það væri auðvitað best ef fullorðna fólkið sæi bara þegar krökkum líður illa en þannig það því miður ekki alltaf. Þess vegna þurfa krakkar stundum að segja frá. Þú getur til dæmis talað við einhvern í skólanum eða við ættingja, nágranna eða einhvern foreldra vina þinna og ef þeir finnst að það sé ekki hlustað á þig þá verður bara að tala við einhvern annan þó að það sé pirrandi stundum að vera alltaf að segja sama hlutin. Haltu bara áfram að segja frá þangað til einhver hlustar á þig. Mundu að ofbeldið má ekki vera leyndarmál og það fullt af fólki sem vill hjálpa ef það bara veit hvað að gerast. Heimilisofbeldi eitt af því sem að fullorðnir bera ábyrgð á og eiga að stoppa. En stundum verða krakkar að hjálpa til með því að segja frá. Heimilisofbeldi má aldrei vera leyndarmál. Nú, myndin hérna bara aðgengileg á YouTube undir leitarorðinu kvennaathvarf. Já, ég bara athuga hvort það virkar. Rannsóknir sýna okkur að bæði þolandi og gerendur heimilisofbeldis hafa tilhneigingu til að vanmeta upplifun barna af ofbeldi. Og áhrif ofbeldisins á líðan þeirra. Og ég held að það sem verra þá held ég að við gerum það líka öll sem samfélag að vanmeta áhrif heimilisofbeldis á líðan barnanna sem þar búa. Rannsóknir sýna jafnframt ekki neitt marktækan mun á líðan barna sem sjálf hafa verið beitt líkamlegu ofbeldi heima hjá sér og þeim sem hafa verið vitni af líkamlegu ofbeldi heima hjá sér. Og eins og það sé ekki alveg nóg, það að vera vitni að ofbeldi heima hjá sér í þessu samhengi getur jú verið það að vera líkamlega fýsiskt til staðar og horfa upp á ofbeldi með eigin augum, en það getur líka haft sömu áhrif á börn að heyra rifrildi, öskur og brothljóð eða bara að sjá afleiðingar ofbeldisins eins og marbletti á móður eða aðra alvarlega áverka, brotin húsgögn eða húsmunni eða göt í veggjum eða hurðum. Eða jafnvel bara að vera einhvers staðar og koma svo á heimilið og upplifa vanlíðan og ótta móður og systkina eða annarra fjölskyldumeðlima. Allt þetta getur haft sömu afleiðingar fyrir börn og það að vera beinlínis beitt líkamlegu ofbeldi heima hjá sér sem setur rannsóknir afleiðingar heimilisofbeldis og börn svolítið í annað samhengi. En hverjar eru þessar afleiðingar? Jú, unga börn á ofbeldisheimilum eru líklegri en unga börn sem ekki búa á ofbeldisheimilum til að sýna seinkun í þroska, truflanir á svefn og matarvenjum, verri geðtengsl en margt bendir til þess að styrkleiki geðtengsla hafi úrslita áhrif það hversu vel við tengjumst fólki seinna á ævinni, slaka tilfinningastjórnun og aukið streitunæmi.
Börn á leik- og grunnskólaaldri sem búa á ofbeldisheimilum eru líklegri en börn sem ekki búa á ofbeldisheimilum til að vera með slaka félagsfærni, sína hegðunarvanda, slaka tilfinningastjórnun, lágt sjálfsálit og erfiðleika í námi. Unglingar af ofbeldisheimilum eru líklegri en unglingar sem ekki búa á ofbeldisheimilum til að vera með brotna sjálfsmynd, sína slaka námsframmistöðu, misnota áfengi og vímuefni, brjóta af sér og að íhuga sjálfsvíg og jafnvel að þróa með sér geðraskanir. Börn með reynslu af ofbeldi og heimilum eru því líklegri en önnur börn til að vera einmana, til að líða illa í skóla, til að ganga illa í námi, að reykja, neyta áfengis og kannabis, og fullorðið fólk sem ólst upp við heimilisofbeldi er líklegra en þeir sem ekki ólust upp á ofbeldisheimilum til að stríða við áfengis og vímuefnafík, geðraskanir, atvinnuleysi, félagslega einangrun, slæma líkamlega heilsu. Ofbeldi og æskuheimili eykur jafnframt líkurnar á því að fólk íhugi, reyni eða fremji sjálfsvíg, brjóti af sér og hljóti fangelsisdóm og ýmsar rannsóknir benda til þess að ofbeldi og æskuheimili sé áhættu þáttur þegar kemur að því að beita ofbeldi í nánum samböndum og fullorðinsárum. En hver eru þessi börn? Jú, þau eru út allt, en samkvæmt tveimur íslenskum rannsóknum, ég er búin að týna þeirri glæru, hann er hér, hafa 10–13% ungmenna á Íslandi verið beitt líkamlegu ofbeldi á heimili eða verið vitni að líkamlegu ofbeldi heima hjá sér fyrir 18 ára aldur, og þau munið að það er ekki svo mikill munur á því endilega varðandi líðan þeirra hvort þau voru beitt ofbeldinu eða hvort þau voru vitni af því. Og þetta eru allt og mörg börn til þess að ekki sé hugað að þeim sérstaklega, en þau eru líka ekki það mörg að það ætti ekki að vera óyfirstíganlegt verkefni að ná til þeirra. Ýmsar framfarir í aðkomu meðal annars Reykjavíkurborgar í heimilisofbeldismálum sýnir okkur að það er ýmislegt hægt að gera ef viljinn er fyrir hendi. Og ég held að Reykjavíkurborg ætti að róa því öllum árum að verða fyrirmynda sveitafélag í málefnum barna á ofbeldisheimilum og leita allra leiða til þess að finna þessi börn og veita þeim tilhlýðilega þjónustu. Nú er ég aftur týnd. Það er meiri frumskógurinn. Og það er tvennt sem skiptir sköpun í þessu máli, að ofbeldinu linni og að barnið hafi einhvern til þess að leita til. Við í Kvennaathvarfinu fengum styrk úr Jafnréttissjóði til að fylgja myndinu okkar, tölum ofbeldi eftir út á land, þar sem höfum kynnt hana fyrir fagfólki í ýmsum sveitarfélögum. Við höfum fundað með hinum og þessum aðilum, einkum starfsfólki grunnskólana, þar sem sýning myndarinnar fyrir nemendur hefur verið undirbúin, en líka fyrir starfsfólk leikskóla, stoðþjónustu skólana, lögreglu, starfsfólk félagsþjónustu og barnaverndar og jafnframt fyrir foreldrum. Myndin eins og þið sáuð áðan hvetur börn til að segja frá ef þau eða einhver sem þau þekkja eru beitt ofbeldi eða eru hrædd heima hjá sér, en það er kannski ekki til mjög mikils að segja frá ef enginn er tilbúin eða undirbúin undir það að hlusta og bregðast við. Það verður því að undirbúa fólkið sem líklegast er að börnin segi frá, en svo verður það líka vera á hreinu að það fólk viti hvert það á að snúa sér og að það séu úrræði í boði þar sem að þetta fólk snýr sér. Og þess vegna horfum við með mikilli gleði vestur í bæ á verkefnið Opinskatt ofbeldi sem við fáum að heyra á eftir. Takk. Við þökkum Sigþrúði fyrir þessa kynningu. Næst heyrum við í Halldóru Dröfn Gunnarsdóttur sem er framkvæmdastjóri Barnaverndar Reykjavíkur. Hún ætlar að rekja þátt barnaverndar í baráttunni. Nú langar ekki að stjórna fundinum, en langar ekki fólk aðeins að sækja sér eitthvað að drekka eða að standa upp smá stund? Já, það er sjálfsagt. Það er sjálfsagt. Það er aldrei gert hér. Það sé fyrir því. Það sé fyrir því. Tveggja mínútna
Bara hitt kannski. Það var vel til fundið hjá Halldóru að fólki að njóta vitinga og tegja úr sér. Okkur hafa borist nokkra fyrirspurnir hvort að glærur verði aðgengilegar. Svarið því já, þær verði allar settar inn á vefsíðuna að loknum fundi, verða undir fundargögnum. Og þá ætla ég að gefa Halldóru orðið, gjör svo vel. Já, góðan daginn. Og ég vil byrja því að þakka kærlega fyrir þennan dag og þessar fínu umræður. Og mitt hlutverk hér í dag er að fara í stuttu máli yfir feril mála hjá Barnavernd Reykjavíkur þegar að tilkynningar berast okkur og kannski aðeins að koma inn á aðdragandann sem sagt á undan, því ég heyrði hér að fólk hafa svona ákveðið óöryggi sem er eðlilegt, hvar getur maður ráðfært sig, hvað er tilkynning og hvað ekki. Þannig að ég reynir svona aðeins að skerpa á því, en hins vegar er þetta gríðarlega stór málaflokkur, flókinn og viðkvæmur eins og hann blasir við öllum og starfsmönnum barnaverndar þegar að því kemur að taka við tilkynningum, greina þær og flokka eftir eðli mála. Og það eru grá svæði sem að maður þarf að stíga gríðarlega varlega inn í, og því meira sem við getum talað saman og unnið að verkefnum eins og við höfum verið að gera í saman gegn ofbeldi og nú í þessu verkefni og vonandi fleirum í framtíðinni, þá held ég að við náum að verða svona meira öll á sama level, ef maður getur sagt það. En ég ætlaði aðeins að, þetta hefur nú aðeins komið fram, það er svona fólk er að velta hvers konar ofbeldi erum við að tala og hver beitir því. Og þetta er ekki svo svona tæmandi, en þetta er það sem við þurfum svo sem að horfa á, og þetta er það sem við erum að horfa á þegar við tökum við tilkynningunum og erum að reyna að ná fram líka hvernig birtingarmyndin er. Tilfinningalegt sálrænt ofbeldi, það er sú skilgreining sem að við hefum notað í heimilisofbeldisverkefninu. Þannig að það að barn horfi upp á ástvini sína verða fyrir ofbeldi heima hjá sér, það höfum við skilgreint sem tilfinningalegt sálrænt ofbeldi, en það er líka tilfinningalegt og sálrænt ofbeldi að vera niðurlagður og meiddur með orðum og æði. Þannig að það er ekki bara heimilisofbeldi, því að ég sýni ykkur smá tölur á eftir, ég ætlum samt ekki mjög mikið, og eins með laga umhverfið. Alda var svo dásamlega að skilgreina það svolítið vel fyrir ykkur, þannig að ég ætla ekki bara, það er bara þannig, og öll starfsemi barnaverndar, hún byggir á barnaverndarlögum og sem setur ramma alla okkar starfsemi, og því ber að hlýða, og það eru ákvæði eins og trúnaður og annað sem hefur vafist fyrir fólki árabil í samskiptum barnaverndar, skóla, leikskóla og lögreglu og annara. Við reynum að benda á og finna leiðir til þess að opna aðeins á þau samskipti, en þá er það þannig að þetta er frekar skýrt ákvæði í barnaverndarlögum. Mér finnst líka mikilvægt að fólk átti sig á að það eru allstaðar, börn verða allstaðar fyrir ofbeldi. Það er ekki bara heima, það getur verið milli systkina, ættingjar, starfsmenn skóla, þjálfar, ókunnir, og svo beita börn sjálf líka ofbeldi. Og það er töluvert mikið það í heimilisofbeldisverkefninu að við komum inn í aðstæður þar sem börn er að beita alvarlegu ofbeldi. Og mikið úrræðaleysi sem að þá ríkir inn í fjölskyldu og heimilum vegna þeirra aðstæðna. Þegar ég var að undirbúa fyrirlestur þá googlaði ég svolítið, og það er út allan heim alls konar verkefni í gangi sem er að vekja athygli, og ég valdi þessa mynd vegna þess að hún er arfavond. Og getur eitthvað sagt mér af hverju hún er arfavond? Hver ber ábyrgð á því að stoppa ofbeldið á þessari mynd? Er það ekki barnið?
En ég let hana standa vegna þess að ég vil vekja athygli á svo mikilvægt þegar við hugsum hvernig við kynnum og hvernig við tölum ofbeldi að við veltum þessu fyrir okkur og við erum búin að ræða þetta á því. Það er ekki barnið. Barnið á ekki að bera ábyrgð á að stoppa ofbeldið. Svo því sé nú haldið til haga. Nú, tilkynningar berast okkur frá lögreglu, frá heilsugæslu, frá skólum og leikskólum, aðstandendum, barninu sjálfu, ættingum, vinum, nágrönnum, almennum borgurum og það er mjög gott og ég benda á þann möguleika að það er hægt að hafa samband og ráðfæra sig. Það er símavakt opin alla daga frá 1 til 4. Deildarstjórar taka síma nánast hvenær sem það er hægt að ná í starfsmenn á neyðarvöktum allan sólarhringinn og hvað var það skóla og leikskóla, sérfræðinga, þá hef ég bent sérstaklega á deildarstjóra Sigurð Örn sem deildarstjóri könnunarmála, það er hann sem heldur utan tilkynningar og hann er meir en fús til þess að taka síman og ræða við fólk hvað er þetta eiginlega sem við erum með í höndunum, er þetta tilkynning, er þetta eitthvað og það er svo gott að hafa eitthvað til að spegla. Þannig að ég bara bendi og hvet fólk, það er hægt að ræða það nafnlaust til að byrja með, bara aðeins að varpa þessu upp, ræða málin, hvað er það sem við erum með hérna í höndunum, þurfum við að bregðast við, er ástæða til, eigum að tala við foreldrana eða ekki, því að það er líka vefst oft fyrir fólki, þannig að bara endilega. Eftir móttöku tilkynningar þá þarf að meta hvort tilkynning er nægilega rökstudd, á hverju er byggt framburði barnsins, áverkum, upplýsingum frá þriðja aðila. Það er, einhver sagði mér að barn hafi sagt einhverjum að eitthvað. Við verðum að fara varlega inn í slík mál, það verður eiginlega að vera sá aðili sem talar við okkur sem að talaði beint við barnið eða sá áverkan á barninu. Við þurfum að meta hvort þörf sé á tafarlausu inngripi, fara á staðinn þar sem barnið er, ræða við barnið í skóla og leikskóla eða á þeim stað sem það er statt. Við þurfum að meta hvort að barnið sé í hættu, hvort að ástæði sé til þess að hafa áhyggjur af því, getur barnið verið á heimili sínu í umsjá þess fólks sem mögulega hefur beitt það ofbeldi. Það er nefnilega ekki hægt að taka öll börn við þessar aðstæður úr umsjá foreldra sinna. Það væri að æra óstöðan og það væri ekki að gera barninu neitt gott. Þannig að við verðum, þetta mat verður að fara fram. Það sagði mig kollega minn í Bretlandi sem er mjög fær á þessu sviði og hún sagði það er nefnilega bara þannig. Flest börn vilja bara ofbeldið stoppi. Þau vilja ekki láta taka sig af heimilinu sínu eða frá foreldrum sínum. Þannig að við verðum alltaf að hafa það í huga þegar við stígum inn í þessi mál að það er ekki kannski, við getum ímyndað eitthvað refsinguna sem í því felst fyrir barn sem að því að við erum að segja öll börnin að segja frá og trú einhverjum frá, við sýnum þeim myndbönd og annað. Hver er svo kannski refsingin? Að ég er tekin af heimilinu mínum frá foreldrum mínum og vistuð hjá ókunna. Við getum í erfiðust og þyngstu málunum beint sjónum af afbrota manninum sjálfum þann sem beitir ofbeldinu og hann er fjarlægur. Því miður eru flest málin svo flókin og á svo mikið gráu svæði að það er kannski ekki alveg valmöguleiki í byrjun. Þannig ég bara aðeins benda á þetta vegna þess að við höfum svona pínulítið hagsmunir í lögreglurannsókn og hagsmunir í barnaverndarmáli fara ekki alltaf alveg saman. Lögreglunum finnst þægilegra að vinna málin ef að búið er að fjarlægja kannski barnið af heimilinu og líklega að barnið segi frá. En við þurfum kannski að hafa aðeins aðra hluti líka í huga. Nú við þurfum að safna staðreyndum varðandi þann grunn sem fram hefur komið með að þörf á aðgerðum gagnvart barninu, mögulega öðrum, taka ákvörðun, óska eftir læknaskoðun, lögreglurannsókn, koma máli í farvegi barnahús ef þetta á við. Þetta allt getum við þurft að gera á fáum klukkutímum. Þannig að það er nú eins gott að við séum sæmilega mönnuð með mannskap sem hefur þessa víðtæku þekkingu vegna þetta þarf sérþekkingu á ansi mörgum sviðum og við höfum hana alls ekki alla. Við þurfum á þessum klukkustundum sem að við erum að skoða hvert mál að hafa samband við lögreglu og eiga smá samtal þar. Við þurfum að tala jafnvel við lækna og hjúkrunarfólk því að við reiðum okkur á niðurstöðu lækna og hjúkrunarfólks líkamlega áverka á barni og líkur á því að þeir hafi verið síðusemsta mannavöldum.
Þannig að það þarf að tala við barnið, það þarf að tala við foreldrana og það þarf að setja málið í farveg og þetta þarf að gerast helst á sama deginum. Þannig að þarna þarf að hafa ansi hraðar hendur og skýra sín á þetta ferli. Við höfum haft ágætis samstarf við skóla- og frístundasvið þar sem að í málum sem eru ansi flókin og viðkvæma þá höfum við getað tekið svona samráðsfund og spjall í byrjun svona máls og það hefur verið mjög til góðs. Aldur barns skiptir miklu máli því eldra sem barn er líklega hægt að ræða við það ofbeldið. Ómálga barna eru mjög flókin og viðkvæm og tilkynningar í slíkum málum koma frá þeim sem hafa orðið vitni af ofbeldinu eða frá læknum vegna áverka. Oft eru þetta vísbendingar, barnið getur ekki tjáð sig og gegn neitun þess sem grunaður ofbeldið eru málið mjög flókið. Og hvað svo? Það þarf að tryggja barni eftir atvikum foreldrum viðeigandi aðstoð og fyrsta skylda okkar barnaverndarstarfsmanna að bæta uppeldisskilyrði barns innan fjölskyldu, bæta uppeldisfærni foreldra til framtíðar. Flest málana eru þannig. Svo eru það hin sem eru svo alvarleg að það þarf að finna börnum varanlega nýtt heimili til frambúðar hjá nýjum uppalendum. Ég ætla að sýna ykkur hérna smá tölfræði bara svona til þess að setja þetta í smá samhengi. Ég veit ekki hvort þið sjáið, þeir sem sjá vel sjá kannski þetta eru tilkynningar til barnaverndar eftir ástæðum. Þetta er alveg frá árunum 2008 til ársins 2017 en það er náttúrulega ekki marktækt því að þetta er bara janúar 2017. En kannski að horfa á síðasta flokkin sem er ofbeldi og svona í samræmi við samanburða við vanrækslu eða áhættuhegðun barna. Þó áhættuhegðun barna sé ekki umfjöllun hérna efni hér í dag þá er ánægilegt að sjá þá súlu hvað hún er að fara niður. En flokkar ofbeldis, það er kynferðislegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi og tilfinningalegt sálrænt ofbeldi. Þetta eru svona skilgreiningar og flokkunarkerfi sem Barnaverndarstofa gerir starfsmönnum barnaverndarnefndanna að vinna eftir þannig að við nefndir á landinu flokka ofbeldi með sama hætti en hins vegar er flokkurinn barnbeitur ofbeldi inn í áhættuhegðun þannig að það ofbeldi er ekki með í þessu tölum. Og þetta er svo tölfræðin sem sýnir tilkynningar til barnaverndar heimilis og ofbeldi. Og þetta er eftir að verkefnið fór af stað, ekki reyndar, þetta er alveg frá áskonum 2012, var ekki 2015 sem við byrjuðum. Og ég held að það sé alveg augljóst mál að þetta er ekki vegna þess að málunum hafi fjölgað í raunverulega svo mikið, heldur er það afleiðingar af því að verkefnið fór af stað að við erum að sinna þessum fjölda barna árið 2016. Þannig að mér finnst þetta fyrst og fremst vera tölur sem sýna árangur af því að hleypa verkefni sem þessu af stokkunum. Ég ætla svo sem ekki að segja mikið meira við ykkur annað en það að mér finnst svo mikilvægt og ég segi það allstaðar sem ég kem að fræðsla og forvarnir, tæki og tól fyrir foreldra til þess að ala upp börnin sín frá því að barn er í móðurkviði skiptir öllu. Og ég held að verði aldrei of oft sagt og við þurfum sérstaklega að vanda okkur með allt það fólk sem kemur til okkar frá tungumálasvæðum öðrum en íslenskum. Mörg af þeim úrræðum sem við eigum eru ekki svo PMT og MST og hvað þetta heitir nú allt stafrófsferlið sem við eigum sem eru mjög góð úrræði. Þau henta ekki öll til þess að nota með túlkum. Þannig að við verðum núna að vanda okkur verulega vel í að bæta inn úrræðum sem henta öllum þjóðfélagsþegnum, ekki bara sumum. Takk fyrir mig.
Já, við þökkum Halldóru fyrir yfirferðina. Þá ætlum við að fá kynningu á áður nefndu verkefni sem að tillagan sem að liggur fyrir á fundinum fjallarum. Það verkefnið Opin skátt ofbeldi og það ætla að kynna þau Inga Sigurðardóttur sem að aðstoðar skólastjóri Grandaskóla og Martin Bruce Smedlund sem að forstöðumaður frístundaheimilisins Undralands. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Við höfum sem sagt undanfarin ár unnið að verkefninu í skólanum okkar á frístundamiðstöðinni ásamt leikskólanum Gullborg að þessu verkefni Opin skátt ofbeldi. Ég ætla að segja okkur til að byrja með verkefnið. Það var sem sagt liður í að framfylgja aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar gegn kynbundnu ofbeldi og ofbeldi gegn börnum. Þetta var samþykkt í borgarstjórn 19. júní 2012 og í framhaldi af því þá sóttumst við eftir að fá að taka þátt í þessu og þeir starfsstaðir sem tóku þátt í verkefninu voru leikskólinn Gullborg, Grandaskóli og frístundaheimilið Undraland. Og það vill nú svo heppilega til með þessar 3 stofnanir að við erum öll á sömu þúfunni. Grandaskóli og frístundaheimilið Undraland í sama húsi og Gullborg í næsta húsi við okkur. Þannig að það er mjög einfalt allt samstarf okkar á milli og við höfum haft mikið samstarf áður svo sem. Þetta verkefni fekk styrk úr Þróunarsjóði skóla- og frístundasviðs og einnig frá Mannréttindaráði Reykjavíkurborgar. Það í stýrihópi sátu ég og Guðbjörg Edda Hermannsdóttir frá Grandaskóla, Rami Bjarnadóttir frá leikskólanum Gullborg, Steinunn Gretarsdóttir og Martin Bruce Smedlund frá frístundaheimilinu Undralandi, Halldóra Gunnarsdóttir Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar og Auður Magdís Auðardóttir á fagstofu skóla- og frístundasviði sem var verkefnisstjóri verkefnisins í upphafi en síðan tók Sigríður Martinsdóttir við hlutverki ásamt Kolbrúnu Hrund Sigurgeirsdóttur og Huldu Valdísi Valdimarsdóttur. Þannig að þið sjáðu að það er margir komið að þessu verkefni. Við höfum líka bakhóp okkur til halds og trausts, sérfræðinga á ofbeldismálum, meðal annars frá Barnahúsi, Kvennaathvarfinu, Barnavernd og Háskóla Íslands. Þeir voru stýrihópnum til stuðnings í byrjun verkefnisins. Markmiðið er að auka þekkingu barnaofbeldi og gera þau færum að ræða ofbeldi opinskátt og taka afstöðu gegn því. Hreinskiptin umræða ofbeldi og afleiðingar þess sem sniðin er að þroska barna á leik- og grunnskólaaldri. Hún er skref í þá átt að draga tjöldin frá og rjúfa þá þögn sem hefur umlykið málefnið. Samræmd viðbragðsáætlun vegna gruns ofbeldi gegn barni var sett saman og kynnt starfsfólki starfsstaðanna haustið 2014 og svo var haldinn fræðslufundur með öllu starfsfólki þessara staða í lok september og þar fengum við fræðslu frá sérfræðingum birtingarmyndir ofbeldis og hlutverk skóla í því samhengi og fræðslu frá Björgu Guðrúnu Gísladóttur fengum við einnig rithöfund í janúar 2005 sem var skrifaði bókina Hljóðin í nóttinni. Hún kom og heimsótti þessa starfsstaði og ræddi við starfsfólk las úr bókinni sem og sagði okkur frá. Haustið 2014 var verkefni kynnt á heimasíðu grunnskólans, Grandaskóla, og foreldrum var sent kynningabréf framkvæmd þess í skólanum. Reynsla okkar af þessu verkefni, hún hefur verið góð. Fræðsluefni sem auðvelda starfsfólki á vettvangi að ræða opinskátt ofbeldi hefur verið safnað saman. Auk fræðsluefnis tengdu verkefninu til notkunar fyrir starfsfólk á skóla- og frístundasviði. Það var ákveðið að búa til veggspjald sem var hengt upp í kennslustofu. Martin er með það hérna bak okkur. Það eru 2 svona veggspjöld, 1 rautt og 1 blátt. Og inn á leikskóladeildum og í kennslustofum og þetta eru ætlaðir sem kveikja að umræðu. Við fengum grafískan hönnuð í lið með okkur til þess að gera þetta veggspjald og markmiðið að lagt upp með að það yrði hvetjandi til að segja frá. Í framhaldinu voru útbúnar glærur með umræðupunktum sem voru ætlaðar sem ítarefni í tengslu við fræðsluna. Og Martin ætlar að segja ykkur aðeins frá glærunum og hvernig þau hafa notað það í frístundaheimilinu.
Já, við vinnum mjög mikið með þessar myndir, erum með skipulagðar samverustundir á hverjum degi, tölum ekki alltaf ofbeldi, en gerum það annars slagið. Og ég kenni þá börnunum þessi mismunandi tegundir ofbeldis, andlegt, líkamlegt, kynferðislegt og vanrækslu. Þannig að börnin hjá okkur læra þessi hugtök, vita hvað þetta og svo erum við með fullt á svona myndum, við erum með sérstakann vegg fyrir þetta og þarna getum við tekið umræðuna, hvað að gerast á myndunum. Hérna bara rigningaský sem fylgir stráknum, af hverju það þannig. Þetta bara svona hugmyndir af spurningum sem það getur hent fram. Mikilvægt hérna í einhvern staða sem ykkur líður alltaf vel, einhver hérna í undralandi sem þið treystið, svo framvegis. Hvað gerast hér? Hvað táknar rigningaskýið? Af hverju eru hjörtun á öllum þessum einstaklingum? Þekkjast þau vel, búa þau jafnvel á sama heimili. Grafíski hönnurinn sem hannaði þessar myndir gerir mjög gott verk náttúrulega. Þetta er ekki æpandi, börn sem hafa ekki lent í þessu, túlka þetta ekki beinlínis sem eitthvað mikið ofbeldi, en börnin sem hafa lent í þessu sjá strax hvað er að gerast. Aftur hugmyndir af spurningum, hvað er að gerast þessari mynd, hvernig halda börnum líði þegar fullorðið fólk sem þeim þykir vænt er ósátt, er að rífast eða að slást. Aftur, hvert getur maður leita ef eitthvað er að. Önnur mynd. Hvernig líður barninu, hvað er klukkan á myndinni, ætti ekki vera mætt í skóla. Af hverju haldi að fullorðna manneskjan sé ennþá sofandi, er þetta reyta, vanlíðan, veikindi, áfall, neysla. Fyrir sum börn þá er mamma kannski bara í vaktavinnu, þess vegna er hún sofandi á þessum tíma. Það var bara þannig. Hver ber ábyrgð á því að þið mæta réttum tíma í skólan, borðið morgunmat, hafið með ykkur næstu. Það verða mjög góðar umræður. Og eins og ég sagði, þessi veggur er þarna, við erum alltaf með samverustundir. Þegar við segjum sögur, lesum sögur handa börnum eru oft ofbeldisfullar, getum við alltaf vísa í þennan vegg. Hvers slags ofbeldi er í gangi núna í þessari sögu. Þannig að það er frístundaheimilið á náttúrulega búa til öruggt félagslegt umhverfi fyrir börnin og ég tel að í öruggu félagslegu umhverfi þá er talað opinskátt ofbeldi, þannig að þetta liður í því. Og þetta er ekki síður fræðsla fyrir starfsmenn. Það er náttúrulega ekki á þessum glærum, en við tölum mikið um þetta á samverustundum, nú er ég bara hann á starfsmannafundum, birtingamyndir ofbeldis, hvernig á að bregðast við ef barn segir frá og svo framvegis. Þetta er náttúrulega kannski ekki sérstaklega mikilvægt, það er mikilvægt alls staðar, en í frístundastarfi það er oft mikil velta á starfsmönnum, kemur alltaf í nýtt fólk. Mikilvægt að sé eitthvað svona verkefni í gangi fyrir nýja starfsmenn, einhverjir verkferlar. Og í lok verkefnisins sem við höfum unnið að í 3 ár. Þetta 3 ár þá vildum við leggja til að ábyrgðaraðili verði skipaður til að fylgja þessu verkefni eftir og að verkferlar viðbrögð og vegna grunns ofbeldi verði til á öllum starfsstöðum skóla- og frístundasviðs og að veggspjöld og fræðsluefni verði aðgengilega á vef Reykjavíkurborgar. Í Grandaskólaskólanum mínum þar er í forvarnaráætlun gerðar tillögur hvernig nýta megi þetta veggspjald til umræðu í hinum ýmsu aldurshópum. Það er áhersluatriði hverju sinni og hve djúpt er kafað í umræðuna.
sjálfsögðu kögu ekki jafn djúpt í umræðinu með barnið sem 6 ára og öðru sem 12 ára. Við þurfum svolítið að vega það og meta. Þetta komið til að vera þar og þetta hluti á okkar lífsleikniáætlun. Þessi vinna, hún hefur styrkt starfsmenn mjög í því að hvernig þeir geti brugðist við ef uppkoma. Það hefur það mikið talað hvað mikilvægt fyrir okkur að hlusta. Þeir eru virkir hlustendur og við vitum hvert við eigum að leita, hvernig við eigum að bregðast við, hvar bjargirnar eru og það er eiginlega stóri þátturinn sem hefur og kom fram í mælingum eins og sagt var hér í upphafi dags að það var mælt í upphafi verkefnisins hvað starfsmenn þessara starfsstaða, hvernig þeir teldu sig í stakk búna til þess að bregðast við slíku og hvað þekkingu sína. Eftir meira rúmt ár þá hafði sú þekking aukist heilmikið og vonandi enn meira í dag. Takk fyrir. Við þakkum þeim Ingu og Martin fyrir. Þá ætlum við að vinda okkur í umræður. Halldór Halldórsson borgarfulltrúi hefur beðið orðið og við ætlum að verða við því og bjóða hann velkomin í pontu. Já, forseti og góða borgarfulltrúar og góða gestir. Við höfum byrjað á því að þakka fyrir mjög svo áhugaverð erindi það mál sem að hér til umfjöllunar. Og bara leggja, ég held ég get ekki lagt nógsamlega mikla áherslu á það hversu mikill einhugur ríkir meðal allra borgarfulltrúa þetta verkefni. Það skiptir mjög miklu máli. Þetta mál sem að snertur okkur öll, alveg sama hvar í þjóðfélagsstigunum við erum, alveg sama hvar í pólitíku við erum, alveg sama hvaðan við komum. Því að það virðist vera að allstaðar getur svona mál komið upp því miður. Og maður veltir rosalega mikið fyrir sér því að ég á sæti í ofbeldisvarnarnefnd Reykjavíkurborgar og hef átt frá upphafi, en hér var þverpólitísk samstaða það hér á sérstökum kvennafundi að það sem voru eingöngu fulltrúarnir á borgarstjórnarfundinum voru eingöngu konur. Það náðist þverpólitísk samstaða það að skipa þessa nefnd og ég búin að eiga sæti inni frá upphafi og hefur þetta fræðst rosalega mikið hluti sem ég vildi að væri ekki til. Og ég held að það sé óhjákvæmilegt þegar maður tekur sæti í hvort sem það er barnaverndarnefnd, félagsmála nefndum eða ráðum, velferðarráði eða svona nefnd, að þá fræðist maður óneitanlega hluti sem maður vildi óska að væri ekki til. En þeir eru til og það er gott að við séum hér að ræða það og senda frá okkur skýr skilaboð. Og þessi skýru skilaboð það sem að mér finnst við ekki segja nógsamlega oft og það er alltaf þetta sama. Gerandinn ber ábyrgðina. Gerandinn ber ábyrgðina á ofbeldi. Mér finnst mjög merkileg tilraun hérna sem hefur verið gerð í Vesturbænum varðandi þetta verkefni opinskátt ofbeldi og að líka sjá það að það sé alveg marktækt að starfsfólki þekki betur til birtingamynda ofbeldis og sem sagt veit meir þetta, meðvitað þetta. Og varðandi þá tillögu sem að ég reikna með að verði samþykkt hér á eftir, að þá þurfum við að hafa það í huga og það reyndar skrifað að hluta til inn í tillöguna að við þurfum auðvitað að vera með mjög góðan stuðning við starfsfólksskólana við innleiðingu. Mér finnst líka sláandi sem ég heyrði hérna og segir okkur hvað við þurfum alltaf að læra betur og kenna betur að af 29 börnum hafi 20 í raun sagt frá ofbeldinu við starfsmann eða starfsmenn skóla án árangurs. Það er mjög sláandi sem að minnir okkur á hversu mikilvægt það að fræða betur.
Mér langar hérna líka til að nefna Bjarkarhlíð, af því að við í ofbeldisvarnarnefnd vorum með þá tillögu, Bjarkarhlíð var sett af stað og komin vel af stað með samhæfri þjónustu fyrir þolendur ofbeldis á einum stað. Og það ansi margir samstarfsaðilar og bara maður telur á upp að það Reykjavíkurborg og lögreglan, Stígamót, Drekaslóð, samtökum Kvennaathvarf, Kvennaráðgjöfin, velferðarráðuneytið og væntanlega það var innanríkisráðuneytið, ég man ekki hvað þessi ráðuneytið heita, alltaf verið að breyta þeim, mannréttindaskrifstofan. En hvað vantar í þessu upptalningu? Allan að mínum mati. Jú, það sem minnst vantar í þessu upptalningu fleiri sveitarfélög heldur Reykjavíkurborg. Og það eitt af því sem ég gæti að sjá á næstunni, það að fleiri sveitarfélög komi inn í rekstur Bjarkarhlíðar. Og ég held að það hljóta að gerast vegna þess að þolendur ofbeldis eiga ekki allir lögheimili Reykjavík. Þeir búa allt land. Og svona að lokum að því að maður velti fyrir sér hver er þáttur stjórnmálamanna í þessu öllu saman? Jú, hann að tala þetta, opinskátt eins og ég sagði hér í upphafi. Hann að bæta kerfið okkar eins og við höfum verið að reyna, bæði með stofnun ofbeldisvarnarnefndar, stofnun Bjarkarhlíðar, halda svona fundi og tilraunaverkefni sem hér tillaga að verði innleitt í alla skóla borgarinnar. Bæta kerfið okkar, grípa inn í eins fljótt og hægt og með það sem við vitum að þá eru bara mannslegir hundar. Margt mjög sláandi í því sem hér kom fram, margt mjög sláandi í því sem að maður hefur lært í þessari ofbeldisvarnarnefnd, svo ég ítreki það, margt sem að maður vildi að væri ekki til en því miður til. Takk okkur fyrir. Borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu. Ég minni á að áhorfendum úr sal einnig heimilt að taka til máls. Þeir þurfa bara að gefa merki og ég mun kalla þau upp. Ef einhver eru, ekki eins og Þá tekur næstu til máls borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti, borgarfulltrúar og góðu gestir, ágætu gestir. Það gott og mikilvægt að við hittumst hér í dag og förum yfir þetta mikilvæga mál. Þetta mjög sorglegt til þess að hugsa að ofbeldi gegn börnum og ungmennum sé staðreynd í okkar samfélagi. En það staðreynd og við þurfum að vera vakandi fyrir því, þurfum að bregðast við því með opinni umræðu, berjast gegn og vinna gegn sinnuleysi og doða og andvaraleysi. Gagnvart því að börn sem á okkur treysta, okkur fullorðna fólkið varðandi öryggi og vernd verði fórnarlömb ofbeldis að hálfu annarra barna og fullorðinna. Það okkar sameiginlegt verkefni að bera kennsl á og reyna með öllum tiltækum ráðum að uppræta ofbeldi gegn börnum og á milli barna í samfélaginu. Birtingarmyndir þess eru margar og kannski fleiri en áður var og við sjáum í nýlegum dæmum, það til dæmis að færast í aukana að myndbönd sem að sýna slagsmál barna og unglinga séu birt á vefsíðum á samfélagsmiðlunum. Myndbönd sem að sum lít út fyrir að vera leikinn, önnur eru greinilega að spegla og sýna okkur raunveruleika þar sem að gróft ofbeldi notað. Við sjáum að ungmenni eru að fara inn á þessar síður í mjög miklu mæli, í jafnvel þúsundavís og langstærstum hluta myndbandana unga pilta að ræða. Það virðist vera sem að ungmenni egni þar til slagsmála og sækist eftir viðurkenningu á slagsmálunum á samfélagsmiðlunum. Þetta svona lítið dæmi birtingarmyndina sem að ný og við þurfum að takast á við og vita af og berjast gegn. Klámvæðingin auðvitað líka sterkur þáttur þarna. Hún hefur tengslu ofbeldi, birtist meðal annars í formi kynferðislegrar áreitni og ofbeldis. Við sjáum nýlegar innlendar rannsóknir meðal annars á kynlífsmenningu framhaldsskólanema sem að sýna að klám hefur verulega áhrif á kynlíf og samskipti ungmenna og við sjáum á málflutningi fulltrúa frá frjálsum félagasamtökum að ungmenni leita aðstoðar eftir að hafa lent í
kynferðislegu ofbeldi sem að tengist klámnotkun. Hér þarf að koma meðal annars til vönduð og ítarleg kynfræðsla og það er gott til þess að vita að Reykjavíkur ungmenna hefur haldið okkur stjórnmálamönnum vel við efni í þessum efnum með tillöguflutningi á undanförnum misserum og þar er mikil þörf og vilji og áhugi á því að fá meiri kynfræðslu inn í skólastarfið. Við vorum bara á síðasta fundi í skóla- og frístundaráði að fá kynningu á nýjum tillögum sem að kom frá starfshópi sem að fór í gegnum kynfræðsluna í skóla- og frístundastarfinu og kom með mjög góðar tillögur tilbaka að kynfræðslan verði aukin. Hún verði í höndum 3 fagstétta sem að vinni vel saman, skólahjúkrunarfræðinga, kennara og frístundaráðgjafa á félagsmiðstöðvunum og það gerð tillaga 3 ára tilraunaverkefni í 3 skólum borgarinnar til að byrja með, útgáfa kennsluefni, virku foreldra, samstarfi og svo framvegis. Og við tókum þessar tillögur feginsendi, settum þetta í þann farveg að sviðsstjóra er falið að móta innleiðingar áætlun sem að kemur inn í ráðið tilbaka með tillögum bæði fjármögnun og forgangsröðum og það mun gerast núna í sumarið í ágústmánuði. En samhliða kynfræðslunni þurfum við líka að efla fræðslu jákvæð og uppbyggileg samskipti milli barna, milli kynjanna þar sem ofbeldi er útýst með kerfisbundnum hætti. Og við þurfum að vera meðvituð það að láta ekki blekkjast af því að þessi hegðun sé bara hluti af daglegum veruleika sem ekki sé hægt að breyta. Því það er líka ákveðin tilhneiging til þess að verða dofin fyrir ofbeldinu og halda að maður geti engu breytt. Sem betur fer eigum við dæmi hið gagnstæða. Við eigum dæmi til dæmis úr nágrenni okkar frá skólasamfélagi í Svíþjóð þar sem að menn hafa tekið höndum saman og ég þekki til dæmis dæmi það að það var gengið hart fram gegn því að brjóta upp þessar kröfur að sýna karlmennskuna í verki. Það sem einnig tilraun var gengið hart fram í því að brjóta upp þessa ímynd, banna slagsmál, stiga inn í hvert sinn sem að slagsmál voru í skólaumhverfinu þó í formi leikjaværi, stöðva munnlegt ofbeldi, leyfa engin vopnaleikföng og allt tal sem að tengja mátti við kynferðislegt áreiti. Árangurinn var sá í þessum skóla að líðan nemenda og námsárangur, ekki síst drengjana, snar breyttist til hins betra. Á 3 árum náðu þeir stelpunum í námsárangri og meiri velíðan kom fram bæði hjá stelpunum, strákunum og starfsfólkinu. Nokkur orð að lokum tillöguna. Ég styð að sjálfsögðu heils hugar að við bindumst fastmælum það að þetta merkilega verkefni sem að Inga og þeirra félagar í Grandaskóla, í Gullborg og Undralandi hafa borið á herðum sér undanfarin misseri, fái framhaldslíf í borginni og nýtist fyrir aðra skóla í borgarlandinu. Ég vildi bara undirstrika að það er verið að leggja lokahönd á að þetta kennsluefni sem að þau kynntu svo vel hér áðan, að það verði aðgengilegt á innri vef borgarinnar og þar með tiltækt fyrir alla skóla í borginni. Og það verður boðið upp á námskeið núna í ágúst, þar sem að þetta efni verður kynnt á sumarsmiðjum kennara til að undirstrika að þetta efni er tilbúið og tiltækt til þess að nýtast sem fyrst. Ég vil líka undirstrika, þannig að við munum eftir því að við innleiðinguna er mjög mikilvægt að við höfum gott samráð við skólana sjálfa, við skólastjórnendur. Því það hvernig tiltekst við innleiðinguna mun velta mjög mikið á áhuga þeirra og stuðningi við verkefnið. Það er mikilvægt að hefja strax vinnu við að móta þessa áætlun innleiðingu, bjóða þeim skólum sem áhuga hafa að koma inn í verkefnið strax og þá frá og með næsta hausti. Og við eigum sem betur fer öflugt fólk á skóla- og frístundasviði, til dæmis stjórnanda jafnréttisskólans og fleiri aðila sem hafa komið að undirbúningi þessa verkefnis og fleiri aðila sem við getum nýtt í því að tryggja öfluga innleiðingu á þessu góða verkefni til barna og ungmenna. Munum að skólinn er annað heimili barnanna í borginni. Þar eiga sér stað mikilvæg samskipti á hverjum degi sem að geta haft afdrifarík áhrif á líf þessara barna í framtíðinni. Þessi samskipti geta verið bæði með jákvæðum og neikvæðum formerkjum og það er okkar að taka afstöðu með friðsamlegum samskiptum í skólaumhverfinu. Kærar þakkir. Borgarfulltrúinn Skúli Helgason hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Elín Oddný Sigurðardóttir.
borgarfulltrúar, ofbeldisvarnarnefnd og kæru gestir. Ég heiti Elín Oddný og hef frá því í lok síðasta árs verið formaður Mannréttindaráðs Reykjavíkurborgar og ég vildi aðeins koma inn á gildi mannréttindastefnu borgarinnar. En í henni kemur fram að Reykjavíkurborg einsetur sér að vinna gegn kynbundnu ofbeldi, bæði andlegu, líkamlegu og kynferðislegu og að við viðurkennum að kynbundið ofbeldi brot á grundvallar mannréttindum fólks og samfélagsmein sem enginn á þurfa að búa við. Öll starfsemi borgarinnar, stefnumótun, þjónusta og ákvarðanataka skal taka mið af þessu sjónarmiði og það tel ég mjög mikilvægt. Reykjavíkurborg hefur unnið aðgerðaáætlun gegn kynbundnu ofbeldi frá árinu 2012 og í rannsókn á ofbeldi gegn konum frá árinu 2010 kom fram að 42% kvenna á Íslandi hafa verið beittar ofbeldi einhvern tímann á lífsleiðinni. Í núverandi aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar sem heitir aðgerðaáætlun í jafnréttismálum sem gildi til ársins 2019 koma fram 3 aðgerðir sem snúa að kynbundnu ofbeldi. Það verkefnið Saman gegn ofbeldi, ofbeldisvarnarnefnd og verkefnið Öruggar borgir. En eins og komið hefur fram á fundinum eru fjölmörg önnur verkefni í gangi, opinskátt gegn ofbeldi og Bjarkarhlíð þar á meðal. Og ég held að flóran verði bara ennþá meiri í framtíðinni vegna þess að þetta mikilvæga samstarf sem fer á milli aðila í ofbeldisvarnarnefnd, en hún skipuð bæði fulltrúum frá lögreglu, fagaðilum og félagasamtökum og Reykjavíkurborg hafa komið margar tillögur með lausn á mörgum verkefnum sem að mörgum vandamálum sem varið hafa jafnvel árum saman. Sú tillaga sem hér liggur fyrir fundinum að innleiða verkefni opinskátt gegn ofbeldi í öllum skólum og frístundamiðstöðvum borgarinnar ber svo sannarlega að fagna. Markmið verkefnisins að auka þekkingu barna á ofbeldi og gera þeim kleift að ræða ofbeldi og opinskáan hátt. Ljóst að hreinskiptin umræða ofbeldi til þess fallin að rjúfa þögn sem hefur umlykið ofbeldi allt og lengi. Niðurstaða verkefnisins tilraunaverkefnisins sýnir að starfsfólki betur í stakk búið til að greina merki ofbeldi og bregðast við frásögnum barna ofbeldi. Mikilvægt að Reykjavíkurborg búi börnum umhverfi sem laust við hvers kyns ofbeldi og tryggi að þolendur ofbeldis geti tjáð sig í fyrsta lagi og í öðru lagi að við sem samfélag tryggjum úrræði og lausn hjá þeim sem að stíga fram og segja frá. Að lokum vil ég nefna að það fyllilega skoðunarvert að þessi verkefni sem eru í framkvæmd og þeirra sem eru í farvegi í ofbeldisvarnarmálum að þau jafnvel heima í sérstakri aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar á sviði ofbeldisvarnarmála og ég til í að skoða það. Margt vel gert og við erum svo sannarlega lögð af stað í mjög mikilvæga vegferð en aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi eru viðvarandi verkefni og það má aldrei sofna á verðinum og segja að þetta sé bara einhvern veginn allt komið og sé í góðum málum. Að lokum það mjög mikilvægt að átta sig á þeirri staðreynd að enginn á að þurfa að búa við ofbeldi og viðhorf stjórnvalda, svo sem Reykjavíkurborgar, skipta máli. Þannig að sú sýn sem fram kemur í mannréttindastefnunni að ofbeldi sé ekki liðið og að ofbeldi sé brot á mannréttindum fólks og samfélagsmein sem enginn á að þurfa að búa við hefur svo sannarlega áhrif. Takk fyrir mig. Þá hefur borgarfulltrúinn Elí Oddný Sigurðardóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Herra forseti, borgarstjórn og góði gestir sem fyrir eru samankomnir. Það sérstaklega ánægjulegt að ég sit hérna fyrsta fundinn minn sem sameiginlegur fundur ofbeldisvarnarnefndar og borgarstjórnar þar sem ég var nú í fæðingarorlofi á síðasta ári þegar einmitt var umræðan Bjarkarhlíð.
Það kannski rétt að vekja þessa athygli á stjórnsýslulegri skipan ofbeldisvarnar nefndar sem starfandi og sem búa til þessara fundar. En í henni sitja 7 fulltrúar og þar af leiðandi eru 3 sem eru skipaðir af borgarráði. Við hjá Framsókn og flugvallavinnum, sem eru annar stjórnmálaflokkana í borgarstjórn, eigum ekki fulltrúa í þessari nefnd. Við hefum lagt fram tillögu í borgarráði að fá áheyrnarfulltrúa inn í þessa nefnd. En því hefur verið hafnað og teljum við það vera mjög miður að því sé hafnað að þeir stjórnmálaflokkar sem að hafa áhuga og vilja og getu til þess að starfa þessum málum sé ekki gert mögulegt að eiga áheyrnarfulltrúa inn í þessari nefnd. Engu að síður að þá fylgjast fulltrúar okkar í velferðarráði og mannréttindaráði og skóla- og frístundaráði sem eru í þessi 3 ráð sem að tengjast mjög starfsemi ofbeldisvarnaráðs eða nefndar mjög vel með því sem þar fer fram og þeim ályktunum og ákvörðunum sem þar eru teknar og auðvitað koma fundagerðir frá ráðinu eða nefndinni inn á fund borgarráðs. Ég vildi bara vekja athygli hópsins hérna á þessari stöðu sem að má spurja hvort að sé sú lýðræðislega staða sem við viljum sjá. Það er einnig mjög áhugavert að sjá kynjaskiptinguna hérna á gestunum sem hér sitja í salnum í dag. Sérstaklega í ljósi þeirra tölfræði sem farið hefur verið yfir af hálfu þeirra sem voru með innleggi á fundinum. Að ég vona á næsta fundi að þá sjáum við fleiri karlkyns áheyrendur sem að láta þetta málefni til sín taka. En við í borgarráði fáum skýrslu frá lögreglunni í Reykjavík í hverju mánuði sem tölfræði yfir afbrot. Og það nýbreytni sem tekin var upp á síðasta ári að fá þessar skýrslur inn í borgarráð. Og það mjög mikilvægt fyrir okkur kjörna fulltrúa sem sitja þar að geta fylgst með hvar skóinn kreppir að eða hvernig tilhneigingin í afbrotum innan borgarmarkana. Og þetta eru hlutir sem við látum okkur varða hvar svo sem við sitjum í borgarkerfinu. Sú tillaga sem hér liggur fyrir fundinum nýtur að sjálfsögðu fulls traust okkar fulltrúa Framsóknar og flugvallavinna. Við teljum að það sé mjög mikilvægt verkefni sem verið að halda áfram með og fara af stað með og innleiða fullum krafti og skóla- og frístundaráð við treystum þeim til þess að útfæra þessar tillögur vegna þess að það nú staðreynd og hefur náttúrulega verið ítrekað hérna hjá þeim sem hafa komið og talað að okkar viðkvæmustu hópar eru börnin. Því að meira þess að fullorðnir gerendur voru einu sinni börn. Þannig að það er svo mikilvægt að nota þekkinguna og nota þau tæki og tól sem við höfum, sérstaklega innan skólakerfisins, sem jú ekki bara menntastofnun eins og formaður skóla- og frístundaráðs kom hérna inn á við ræðu sinni áðan, heldur einmitt líka uppeldisstofnun. Og við höfum tækifæri til þess að grípa þar inn í með öllum tiltækum ráðum. Að þessu sögðu þá ætla ég bara að gefa grænt ljós fyrir okkar hönd á það til að fara í gegn og vonast til þess að það verði kraftur og dugur og framtíðarsýn okkar allra einkennist af því að borgin okkar verði án ofbeldis, án heimilisofbeldis, en líka ofbeldis í sinni víðtækustu mynd. Takk fyrir. Það hefur borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu. Fleiri borgarfulltrúar eru ekki á mælendaskrá utan borgarfulltrúan Sigurbjörg Hilmarsdóttur frúmann sem ætlar að nú eru 2 komnir á mælendaskrá. Það
Diljá, já. Rétt á undan að biðja orðið var borgarfulltrúinn Diljá Ámundadóttir. Við bjóðum hana þá velkomna. Ágæti fundur, Diljá Ámundadóttir heiti ég og fulltrúi Bjartar framtíðar í mannréttindaráði borgarinnar og að ég held í ofbeldisvarnanefnd á leiðinni allavega. Ég vil bara þakka kærlega fyrir góðan fund og góð erindi, áhugaverð erindi hér í dag. Mér langar svolítið til að koma inn á eitt sem að liggur svolítið á mér þegar það kemur að svona áherslum hvað varðar forvarnir eða bara orðræðu þegar það kemur að ofbeldi og eins og við sáum svolítið hér á erindum dagsins og svona almennt kannski líka í umræðinu ofbeldi sem að hefur verið að aukast til muna síðustu svona 2-3 ár, leyfi ég mér að segja. Að það við erum svolítið að leggja áherslu á, sem alls ekki misskilja mig, sem gott og vel, en það eru þetta svona reaktív viðbrögð. Þetta eru viðbrögð sem eru sem sagt, til þeirra þolenda ofbeldis og þeirra sem starfa við það. Þegar það kemur að forvörnum, þá langar mig svo að sjá borgina bara taka hugrækt skref í því að fara að sem sagt, veita forvarnir til mögulegra gerenda. Við eigum ekki að vera hrædd við að tala til þeirra og ég ætla alls ekki að kyngera einhvern ákveðinn hóp fram yfir annan en þegar það kemur að sem sagt, forvörnum og það vil ég að það verði talað til þeirra sem að eiga mögulegri hættu á að verða gerandi ofbeldis, hvers konar ofbeldis. Og það bara hægt með alls konar hætti. Það bara verður háværari og háværari ákallið þetta í baráttunni ofbeldi frá þeim góða her sem að lætur sér málin varða á samfélagsmiðlum eða á fundum sem þessum. Og mér langar bara til þess að í rauninni koma hér upp og þú veist, leggja áherslu á þetta. Við eigum að gera það í skóla, í skólum, borgarinnar, leikskólum, að forma skilaboðin svoleiðis. Þetta eiga ekki að vera einhver ákveðinn hópur sem á að passa sig gegn ofbeldi, heldur ekki beita ofbeldi. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Ég segi þetta gott. Það borgarfulltrúinn Diljá Ámundadóttir lokið máli sínu. Næsta málendaskrá borgarfulltrúinn Greta Björg Egilsdóttir. Já, forseti og kæru borgarfulltrúar og kæru gestir. Ég vil nú bara byrja því að þakka kærlega fyrir erindin sem hafa verið að flutt hérna í dag og bara þakka kærlega fyrir fundinn. Eins og venjulega þegar maður heyrir svona tölur og rætt þetta málefni sem þá kynbeldi, ofbeldi gegn börnum og svo ofbeldi gegn börnum, þá verður maður alltaf jafn slegin og einhvern veginn trúir því varla að þetta sé staðreyndirnar, en svona þetta. Og ég vil líka bara taka fram að við í Framsóknarflokksvinum, eins og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna kom inn á áðan, styðjum heilst hugar þessa tillögu. Það mjög mikilvægt að við höfum úrræði fyrir starfsfólk, hvernig eigi að takast á við ofbeldi eða frásögn af ofbeldi í skóla eða á frístundaheimili, íþróttamannvirkjum eða hvar sem og það þurfa að vera til ákveðnir verkferlar og börnin okkar sem eru viðkvæmasta hópurinn eiga rétt á hjálp við að vinna úr erfiðri reynslu og eins og barnasáttmálinn kemur inn á með leyfi forseta þá allar ákvarðanir
ákvarðanir eða ráðstafanir yfirvalda varða börn skuli byggðir á því sem börnum fyrir bestu og þetta held ég að við séum öll sammála og styðjum heils hugar. En við langar svolítið líka að fá að skjóta kannski spurningu til þeirra sem stóðu að þessu tilraunverkefni út af því að við fengum að sjá þessi fínu plaggöt og umræðu og það kom fram í skýrslunni sem við fengum upplifun starfsfólks, hvernig það hafði upplifað að það vissi meira ofbeldi og þekkti einkenni þess og slíkt. En við langar svolítið að spyrja börnin. Hvað með börnin? Upplifið þið að þau ræði frekar ofbeldi sín á milli eða tjáir sig frekar? Ég veit að ég á dreng sem verður ekki vitna ofbeldi heima á sér en hann var vitnað í skólanum og tók það mjög nærri sér og ræddi það við mig heima hjá sér en þá var ekki tekið kannski á því yfir bekkinn. Þannig að ég er veltaði fyrir mér hvort þið sjáu mun á þeim í samband við ofbeldi, hvort þau séu opnari bæði umræðu sín á milli eða eitthvað sem verða vitna að og svo langaði mig kannski að fá aðeins meira upplýsingar eins og kom inn á með nýtt starfsfólk á frístundaheimilum mikil skipti hvernig fræðslunni háttað núna og það ég veit að þetta eru örskipti og eflaust erfitt að halda utan um þetta. Takk. Hvað hefur borgarfulltrúinn Greta Björg Egilsdóttir lokið máli sínu? Ég ætlaði kannski að bjóða ykkur Ingu Martin að bregðast við spurningunum. Eða viljið? Sambandi við börnin þá tökum við eftir því náttúrulega að þau þekkja hugtökin. Við tölum, þau segja að Harry Potter hafi orðið fyrir vanrækslu. Ég get ekki sagt að ég tekið eftir því sérstaklega að þau séu að tala meira sín á milli þetta. En við starfsfólkið þá erum við núna með þetta sameiginlega tungutak. Á starfsmannafundum þá kynni ég bara fyrir starfsmönnum í upphafi hverjar annar. Ég ætla að tala við börnin 4 tegundir ofbeldis. Þetta eru þær. Þetta eru birtingarmyndir þeirra. Þetta eru mögulegar afleiðingar hjá börnum. Hvað eðlileg kynferðisleg hegðun hjá börnum á þessum aldri í leik? Hvenær ber okkur að kannski fara með þetta lengra, hvenær þetta orðið óeðlilegt. Við tölum viðbrögð ef barn segir frá, þannig að allir starfsmenn ættu að vera með þetta á hreinu. Og eins og niðurstöður sýna, af því að það voru starfsmenn frístundaheimilisins líka í þessari könnun, þá eru fleiri núna sem treysta sér til að taka þessa umræðu við börnin. Þekkja birtingarmyndir ofbeldis. Já, með viðbragðsáætlunina tala við mig. Ég ber ábyrgð á því að þetta fari lengra, þannig að starfsfólkið í frístundaheimilinu þar veit það. Það er engin óvissa þar. Já, ég búinn að svara spurningu þinni? Takk fyrir þetta. Næst að mælendaskrá borgarfulltrúinn Áslaugu Friðriksdóttir. Frjálsvar. Mjög frjálsvar. Ekki frjáls. Ekki alveg frjáls, nei. Mér langar að forseti og borgarfulltrúar og þeir sem þennan fund sitja með okkur. Mér langar til að þakka kærlega fyrir hann og ég heyri að hér eru afar mikilvægar upplýsingar á ferð og ég held að við þurfum að sjálfsögðu að opna á það að þetta verði rætt sem víðast og sem oftast. Þannig að fólk fari almennt að gera sér grein fyrir því hvað það sem það getur gert eða lendir í svona aðstæðum og hvernig á að ráðleggja börnum sínum og jafnvel vinum barna sinna. Þannig að mér langar nú að taka undir mikilvægi þess að við förum í eitthvað svona.
þá sit ég í velferðarráði og mun að sjálfsögðu taka mjög jákvætt í það að við vinnum kostnaðaráætlun og mun samþykkja þá tillögur sem hér sett fram, eins og ég held að aðrir mínir kollegar í Sjálfstæðisflokknum og jafnvel allir hér í borgarstjórninni. Mér finnst samt á svona fundi eins og við erum hér, þá hefðum við átt að vera komin lengra með vinnuna. Við hefðum átt að standa hér og geta sagt, heyrðu, við höfum tekið frá fjármuni í verkefni. Við erum bara búin að því og við ættum í raun og veru að vera samþykkja að fara með verkefnið lengra. Og ég saknaði stundum þegar við sitjum með á svona flottum fundum þar sem þessi mikilvægu málefni eru rædd að það sé bara ekki búið að taka skrefið. Og ég veit að nefnilega hættan svo mikil á að fjármagni fylgi ekki því sem við ræðum oft. Þannig að ég bara geri það svona varnaðarorðum mínum, ég veit að ég ekki sérlega vinsæl með að vekja máls á þessu hjá félögum mínum í meirihlutanum, en ég held að sé engu að síður mjög mikilvægt að gera það og ég bara teka fram að við munum ekki vera með nein leiðindi, við munum samþykkja fjármagn til þessa verkefnis og ég bara sakna þess að það hafi ekki verið búið að gera það fyrir þennan fund, en ég þakka kærlega fyrir og bara áfram við. Þá hefur borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu. Þá hefur gestur úr sal beðið orðið. Ég ætla að biðja þig að koma upp og kynna þig. Komið sæl, Ögmundur heit ég og Þorgrímsson, bæjarstjóri, borgarstarfsmenn, þeir sem hafa talað og gestir. Mér langar að tala afleið vandamál. Ég var að koma úr háskólanum, ég biðst afsökunar á útganginum á mér, en ég að læra undir próf og heyrði af þessum fundi og langaði til þess að sitja. Ég skrifaði örpistil daginn og birti hann og mér fannst svona fyrst að kynjahlutföllin hérna eru ekki alveg við hæfi þá og heldur ekki í félagsráðgjafadeildinni þar sem ég nefn fræðin, en mér langaði til þess að fara með hennar pistil hérna. Hann heitir Hvað með sársaukann? Ég var að lesa viðtal eftir Kristínu Helgu Magnúsardóttir þar sem hún talar opinskátt kynferðislega misnotkun sína í æsku. Hún talar sársaukann og hvernig hún deyfði sársaukann með eiturlyfjum eins og kannabis, áfengi og sterkari efnum. Ég tel að þegar sársaukin orðin þetta mikill, gerir fólk hvað sem til þess að deyfa hann. Þegar ég var núna með samfélagsmiðlum getur pantað hvaða eiturlyf sem heimtíðin og þú gerir það hvað sem til þess að geta líðið betur. Þú þarft ekki endilega að vera háður eiturlyfjónum sem þú notar þótt að það séu mikla líkur á því lengur sem þú notar þau. En það sem þú verður fyrst og fremst háður að losna við sársaukann, losna við hugsanirnar, losna við minningarnar og flashbackin. Því að sitja með sjálfum þér og hugsunum þínum gætir allt eins verið að brenna lifandi. En með þessari leið ekki einungis að skemma þig líkamlega og andlega, heldur þú einnig að brjóta lög. Lög sem eru hörð viðurlög við, allt frá fjársektum til fangelsisvistunar. Þú getur lent á sakaskrá, mist vinnuna þína, ekki fengið nýja vinnu og eins og húsnæðismarkaðurinn í dag, ekki fengið leigt húsnæði. Þetta ábætandi við allan sársaukann og þetta réttlátt? Ég vil sjá afgleypavæðingu neysluskammta og auka forvarnir. Við gerðum þetta með sígarettur án þess að beita boðum og bönnum. Með því að sýna fram á að eyðileggja líkama sinn með tóbaki ekki töff. Það meira töff að vera út að labba, hjóla eða hlaupa. Kennum unga fólkinu að það meira töff að opna tilfinningar sínar. Kennum þeim að það töff að biðja hjálp. Kennum þeim að vinna úr sársaukanum frekar en að deyfa hann. Vil ég þakka Stígamótum sérstaklega fyrir einstaklega gott starf. Takk.
Takk kærlega fyrir góða hugvekju. Næst hefur beðið þú ekki satt. Gjörðu svo vel. Herra forseti, borgarstjórn og gestir. Ég heiti Elva Dögg Ásardóttir Kristinsdóttir og bæjarfulltrúi Vinstri grænna í bæjarstjórn Hafnarfjarðar, en þar ég minni hluta trippi. Ég einnig lögmaður og starfa við réttargæslu fyrir þolendur kynferðisbrota og vegna heimilisofbeldis. Ég gat auðvitað ekki sleppt tækifærinu þegar boðið var upp á að gestirnir mættu taka til máls. En mig langar bara til að lýsa yfir ánægju minni og hrifningu yfir framtaki borgarinnar með stofnun ofbeldisvarnarnefndar og ætla að fara beint heim og tala það heima á mér. En og einnig með stofnun Bjarkarhúss. Ég mun taka borgarfulltrúa Halldór orðinu og fara beint heim suður í Hafnarfjörð og ræða við félaga mína þar að koma að rekstri Bjarkarhúss vegna þess að sjálfsögðu verða Hafnfirðingar fyrir ofbeldi því miður. Það fer ekki í manngreinin álit eða fer ekki eftir því hvar maður á heima og ég veit að Hafnfirðingar hafa verið að leita til Bjarkarhúss og að sjálfsögðu eigum við að taka þátt í því og öll önnur sveitarfélög á landinu. Takk fyrir. Kærar þakkir. Þá hefur Ilmur kveðið sér hljóðs sem gestur. Góðan daginn. Ég varaborgarfulltrúi Bjartrar framtíðar og formaður velferðarráðs. En gestur á fundinum að því að hún Diljá í sætinu okkar, en ég ákvað samt að biðja orðið að því að mér langaði svo aðeins að tjá mig. Og þakka fyrir þennan fund og þakka ykkur fyrir ykkar erindi. Og svo langaði mér bara að taka undir með Halldóru forvarnirnar og að fræðslu til foreldra alveg frá því börn í móðurkviði og samstarf við heilsugæsluna, hvað það mikilvægt. Og já, og svo vil ég bara lýsa ánægju minni yfir þessari tillögu sem verður samþykkt hérna á eftir til þess að skýra, því ég held að það sé allir að vilja gerðir inn í skólasamfélaginu til þess að taka á þessu, en ég held að sé kannski svona villandi verkferlar, eða ekki villandi en kannski bara ekki nógu skýrir. Þannig að, já, ég held að þetta sé bara besta mál. Takk fyrir. Takk fyrir. Hvað heitir hann? Gjörðu svo vel. Komið sæl, Jenny heiti ég, starfa hjá embætti landlæknis og sit í ofbeldisvarnarnefnd og bara mjög ánægjulegt að fá að vera með öllum hér í dag og vona svo sannarlega að þessi tillaga hljóti brautagengi. Mér langaði samt að skjóta einum punkti að því vorum að tala hérna, það stundum misskilningu varðandi forvarnirnar að þau geta ekki verið boð og bönn, heldur séu bara fræðsla. Ef að það væri nú svo gott, þá væru við bara svo vel sett. En það duga því miður ekki og til dæmis varðandi reykingar að sá frábæri árangur sem að Ísland hefur náð í reykingum einmitt að vera með boð og bönn, að þú meir ekki kaupa sígarettur nema að þú sért orðin 18 ára, að hækka gjaldið á tóbaki. Þetta bara það sem hefur mest áhrif. Við getum sýnt þeim ljót lungu og alls konar hluti og þau bara, en strax svo hækkar sígarettupakkan eitthvað að minnkar aðgengi og þetta líka við áfengisvarnir. Og það er svona að sjálfsögðu erum við líka að tala hér, þó við séum að tala fræðsluna, að þá erum við líka að tala að skapa aðstæður sem að tryggja öryggi barna og fullorðinna. Takk. Já, takk fyrir. Við vorum nú bara búin að gera ráð fyrir einni ræðu á borgarfulltrúa, en samkvæmt fundarsköpum stutt athugasemd kannski. En við leyfum stutt athugasemd. Það sem sé Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, aftur.
Forseti, takk fyrir það. Já, ég var ekki með reglurnar alveg á hreinu fyrir þennan fund. En sko, ég veit að þessi salur alveg örugglega mjög til í að taka undir með landlæknisembættinu nákvæmlega það sem framkom hér í ræðinu rétt áðan eða orðanum rétt áðan. En mér langar þó til að mótmæla þessu og bara segja ykkur frá því að staðreyndirnar eru þær að þrátt fyrir aukið aðgengi að bæði víni og öðrum vímuefnum þá erum við að sjá minnkandi neyslu í Reykjavík og Reykjavík komin ansi framalega hvað það varðar. Þannig að við skulum ekki gera lítið úr annarri vinnu en þeirra að vera einblína á aðgengið. Ég held að það sé ekki rétt sem að landlæknisembættið heldur fram eins og bara auðvitað að öll allur ágreiningurinn sem framfyrir á þinginu ber með sér þessar mundir. Ég held að við hefum heldur ekki að láta þennan fund snúast þetta en mér langaði samt fyrst þetta kom svona fram að gera stutt athugasemd. Takk fyrir það. Það hefur borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir lokið að gera stutt athugasemd. Ég ætla að bjóða þér að taka næst til oss. Já. Það er komið í gang, sko. Heyrðu, bara takk fyrir að halda hennar fund og þessa kynningu og takk fyrir kynningarnar og þetta góða verkefni. Páll Ólafsson heiti ég og vinn á Barnaverndarstofu. Ég er líka faðir og karlmaður. Við erum náttúrulega minnihluta hérna, þess að komum upp á tölum. Það er til að sýna að við séum líka með áhuga á þessum málefnum. Ég vildi bara minna á að það er gott og gilt að koma með verkefni sem að gengur út á að hlusta börn sem að orðið fyrir ofbeldi. Mínar áhyggjur eru þær að við kannski horfum ekki nógu mikið á það hvað veldur þessu ofbeldi. Af hverju er það þannig núna að tilkynningar aukast vanrækslu á ungum börnum og ofbeldi gagnvart ungum börnum þar sem eru ungir foreldrar sem eiga í hlut? Hvað er það í samfélaginu okkar sem gerir að ungir foreldrar með ung börn eru undir þannig álagi að það sé kannski ekki neitt eftir annað en að láta hendurnar tala. Það er ekki gott. Þannig að ég held að við öll þurfum að horfa á það hvernig getum við minnkað álag á foreldrum, minnkað álag á börnum. Og við getum það svo víða. Við getum það í skólum, leikskólum, íþróttafélögum og öllu þessu sem í kringum börn og barnafjölskyldur. Og við horfum á það hvernig getum við minnkað álag á barnafjölskyldur. Minna heimanám, minni kostnaður, aukið aðgengi að tómstundum, auðveldari samskipti og allt þetta sem getur hjálpað þessum fjölskyldum sem að koma yfir sig húsnæði, byrja á vinnumarkaði, byrja á því að vera fjölskylda, byrja á því að eiga unglinga. Við veitum öll hvað það getur tekið á. Þannig að allt svona, mér finnst þetta frábært framtak, en að við reynum að horfa á svona heildarmyndan í þessum málum. Takk fyrir. Takk fyrir. Þá hefur kveðið sér hljóðsborgarfulltrúinn Börkur Gunnarsson. Forseti borgarstjórnar. Ég vil bara þakka kærlega fyrir bara bæði þetta framtak og hið frábæra starf sem þið vinnið alla daga. Mér varst bara nauðsynlegt að koma upp til þess að segja ykkur örstutt því að ég er karlmaður og ég sé að það er svo fáir inni sem eru karlmenn og verð bara að deila því með ykkur að þegar ég er búin að vera nokkur ári í velferðarráði og maður fær oft gæsahúð og finnur mest til með þessum börnum og síðan gamla fólkinu sem að því að til þess að vera gamall maður barn, það er þetta umkomulausa fólk í samfélaginu okkar og það var alltaf sem ég vildi segja, bara takk kærlega fyrir. Það hefur borgarfulltrúinn Börkur Gunnarsson lokið máli sínu. Fleiri og ekki hvart sér hljóðsýnis mér. Gjör svo vel.
Góðan daginn, við afsökunni, ég skulle vera kallmaður, konurnar mættu koma hérna mér upp. Ég er gamall kall, bara hugga mig með það. Ég er búinn að vera að læra umhyggjurík samskipti, það er kallað non-violent communication og samkvæmt okkar viðhorfum samfélag okkar undirlagt af ofbeldi. Það eru skipanir, hlýðni, vinnustöðum, skólum, heimilum. Við erum svo gegnsósa að þessu ofbeldi við sjáum það ekki. Ég kynst ég með að skoða vinnu í sambandi við það sem kallað meðvirkni. Fólk virðist ekki gera sér grein fyrir hvað orðið meðvirkni þýðir. Meðvirkni þýðir ofbeldi. Þolandi ofbeldis, gerandi ofbeldis. Ég hef verið í samtökum, fólk sem er áhugað þessu máli og þar kemur fólk inn oftast sem þolendur en svo það bil ári seinna að gera sér grein fyrir því að það er líka gerendur. Þetta er samskiptamunstur sem er inngróið í okkar samfélag. Ég vil halda því fram að það sé mjög mikið vandamál hvað við erum traumatiseruð. Stór hluti af fólki í okkar samfélagi er traumatiseruð börn. Það þarf að gera gríðarlegt átak í að hjálpa fólki að komast út úr þessu. Það eru til aðferðir til að vinna með þetta en við þurfum að sjá að vandinn er án þess að ég sé að gera, ég veit ekki hvernig að lýsa því, gerendur eru þolendur í mjög mörgum tilfellum. Maður sér þetta í sambandi við notkun á löglegum og ólöglegum efnum, fíkniefnum og annarri fíknihegðun. Í þeirra samfélagi sem eru með það munstur er ofbeldi í æsku gegnum gangandi, sérstaklega á þeim sem ná ekki bata í sinni neyslu. En það er verið að rannsaka þetta, það er verið að gera ýmsar rannsóknir erlendis með að vinna með PTSD og aðra alvarleg vandamál. En samfélagið okkar þarf að taka á þessu vandamáli allstaðar þar sem það birtist. Ofbeldi gagnvart börnum er mjög mikilvægt málefni en sko við verðum að taka á orsökinni. Hún er í traumatiseruðu fólki á öllum aldri. Hegðun sem fólk beitir gagnvart börnum er ekki eðlileg hegðun. Það er fólk í mjög alvarlegu ójafnvægi og slæmri líðan. Og ég veit að það er hægt að vinna með þetta. Ég veit að það er hægt að losa með þetta. Það var ekki bara að lyfja fólk þannig að verið dofið. Það er hægt að hreinsa þetta út, það er hægt að vinna með þetta. Þetta átak núna er frábært, en við getum gengið lengra og ég vil endilega taka þátt í því. Gleymdi ég að segja hvað ég heiti? Já. Guðmundur Ragnar, ég er svo mikið ekkosentriskið fyrir að vissi hver ég væri. Guðmundur Ragnar heiti ég, fyrirgefið. Takk fyrir þetta, Guðmundur Ragnar. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Já, stutlega. Ég veit ekki alveg hvort að ég hef komið í nógu skýrt til skila áðan en ég er ekki að tala um að auka aðgengi eða lögleiða heldur einungis finnst mér svo ósanngjarnt að fólk sem er í sársauka og er að reyna að leysa úr því með asnalegum aðferðum að það lendi í ennþá verri málum. Það var það sem ég er að reyna að koma fram. Takk fyrir. Forseti er sammála síðasta ræðumanni. Ég ætla að skjóta því að misnota það stöðum. Jæja, fleiri? Já. Þá ætlum við að hleypa borgarfulltrúanum Heiðu Björk Hilmisdóttur og formaðinni ofbeldisvarnarnefndar sem við heyrum í hér í upphafi. Hún ætlar aðeins að súmera upp það fyrir okkur. Takk. Já, kæri forseti og borgarfulltrúar og ofbeldisvarnarnefnd og þið frábæri gestir sem eru búin að vera með okkur hérna allan fundinn og vonandi allir sem eru að hlusta. Bara þakkir enn og aftur til ykkar allra fyrir að hafa tekið þátt í þessum fundi og fyrir að sýna þessu máli svona mikinn áhuga og fyrir að vera með okkur í liði að einmitt að búa til þannig samfélag að við
það sé ekki þannig að ofbeldi líðist. Og ég svo hjartanlega sammála því að auðvitað þetta bara einn angi sem við erum að leggja til hér á þessum fundi. Við völdum það að vera með svolítið skýra tillögu og vera með svolítið skýrt verkefni, en auðvitað verkefni nefndarinnar samfélagið í heild og einmitt reyna að koma í veg fyrir að samfélagið sé svona. Og við í Reykjavíkurborg og í borgarstjórn erum sannarlega alla daga að reyna að gera líf fólksins í borginni betra og einmitt að létta undir með barnafólki, gera það ódýrara að eiga börn og styðja börn í tómstundum og skólarnir auðvitað og vinna þar auðvitað starf. En ábyrgðin auðvitað okkar, fullorðna fólksins, að búa til samfélag þar sem talað opinskátt ofbeldi. Það var það sem var svo lengi og þetta var svo, það mátti einhvern veginn ekki tala þetta. Þannig að það líka mikilvæg svona heilun finnst mér að við bara tölum að ofbeldi hefur liðist hér í aldanna rás og það eitthvað sem við viljum ekki sjá í framtíðinni. Við auðvitað útrýmum því ekki bara með því að tala það, en við hjálpum líka þeim sem hafa orðið fyrir ofbeldi að komast yfir það, ef maður svo að segja, því að eins og hér var sagt áðan, sársaukinn gríðarlegur og ég held að það sé alveg rétt sem hér hefur komið fram. Við erum alveg örugglega að vanmeta áhrif þessa fólk að verða fyrir ofbeldi og verða vitni ofbeldi, eins og var komið fram áðan. Börn eiga auðvitað rétt á lífi án ofbeldis og þau eiga rétt á æsku og það okkar ábyrgð fullorðna fólksins að sjá til þess að þau hafi þannig kringumstæður, þannig félagslegt samfélag að þau geti notið sín. Og þetta hefur eflaust bein áhrif á þeirra árangur í skóla og þeirra árangur í lífinu og hvernig þau ná að fóta sig sem fullorðnir einstaklingar. Ég sá til dæmis bara helgina að það var í einhverju blaði að einhver rannsókn eða einhver könnun meðal fanga, 50% fanga í fangelsum núna á Íslandi hefðu orðið fyrir ofbeldi í æsku. 50%. Þetta er ekki tilviljun. Þetta er náttúrulega bara, það er erfitt að höndla lífi þegar þú hefur lent í áföllum sem barn. Nú veit ég ekkert hvort þetta er endilega, en ég er sannfærð það að við erum að vanmeta þetta og ég held að augun okkar sé að opnast eins og kom fram í erindi Öldu Hrannar, kannski frekar heldur en það sé að breytast. En það samt það eru samt þættir í samfélaginu okkur sem við eigum að hafa vakandi auga fyrir, eins og þessi hraði og ég held að til dæmis tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar að stytta vinnuvikuna, þannig að við fáum meiri tíma til þess að vera fólk og eiga samskipti og geti bara til dæmis haft góð áhrif þarna. En ég bara vill fá að fagna því að skóla og frístundar séu tilbúið til þess að taka þetta verkefni og vinna það áfram. Það getur vel verið að myndin sem hún sýndi, Sigþrúður frá Kvennaathvarfinu geti nýst einhverjum skólum. Landlæknisembætti hefur líka unnið fræðsluefni og kennsluefni sem hægt að nýta líka. Við ákváðum að okkar tillaga væri bara svona opin, okkur finnst bara mikilvægt að það sé opið samtal í skólunum ofbeldi, ekki bara fyrir þau börn sem vilja segja frá, heldur líka bara þannig að þau séu örugg í því í lífinu að þau geti sett mörk og þau geti varið sig í rauninni, því að oft eins og börn fólk hefur sagt mér sem hefur orðið fyrir ofbeldi í æsku, það hélt kannski að þetta ætti bara að vera svona. En ef við erum búin að fræða þau og segja þeim að svona er þetta ekki, þá kannski eru ákveðnar forvarnir í þessu líka. Þetta auðvitað innleiðing á þessu verkefni. Við viljum gjarnan að þetta fara á netið, við viljum gjarnan að fleiri sveitarfélög geti nýtt sér þetta efni sem búið að búa til, pósterana og þessar myndir og nýtt sér reynslu þeirra frumkvöðla innan borgarinnar auðvitað sem hafa unnið að akkurat þessu verkefni, opinskátt ofbeldi. Ég ætla ekki að fara að endurtaka allar tölurnar. Það auðvitað væri erfitt að reikna út hversu mörg börn það eru í Reykjavík, 10–13% barna í Reykjavík, hversu mörg þau eru. Við munum leita eftir samþykki hjá þeim sem hafa haldið erindi hér að fá að birta glærurnar þeirra á netinu, þannig þið getið þá glöggvað ykkur á þeim og skoða það þar. Ég ætla bara að fá að taka undir það. Ég hef fengið að stýra þessari ofbeldisvarnanefnd frá upphafi, taka undir með Halldóri Halldórssyni,
borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, ég er borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, hann er Sjálfstæðisflokknum og síðan er fulltrúi Vinstri grænna. Við erum þarna ekki í neinum flokkapólitík, það er mikil sátt þetta og almennt þegar við tökum með að komum með mál inn í borgarstjórn þá eru þau almennt bara fá mjög góða og faglega umfjöllun og mér finnst borgarfulltrúar almennt sáttir og ábyrgir í sinni afstöðu og það er enginn hér sem að lítur á þetta sem eitthvað sem að ekki eigi að vera upp á henni pólitíska borði. Það var svona hluti af ástæðunni fyrir að við vildum samt stofna þessa ofbeldisstofnunarnefnd, að við vildum sýna að þetta er verkefni samfélagsins. Þetta er ekki verkefni einstaklingana eða þetta er ekki verkefni heimilana, þetta er ekki verkefni endilega bara skólan, þetta er bara verkefni samfélagsins og þetta er líka pólitískt verkefni að búa til þannig samfélag að ofbeldis líðist ekki. Ég hef heyrt af því að sé þessa tillögu, þessar óskir frá Framsóknarflokknum að eiga fulltrúa í ofbeldisvarnarnefndinni og ég bara, mér finnst bara við að skoða það enn einu sinni. Mér finnst nefndin líka hafa sannað svolítið gildi sitt og ég held að við ættum að skoða það með opnum huga, allir flokkar bara sem að eigi sæti í borgarstjórn eigi þar sæti. Ég myndi allavega að vilja stiga það. Þessi tillaga sem ég vona að við samþykkjum bara hér rétt á eftir, hún sem sagt mun bara falla inn í það heilsueflingarstarf sem er í gangi í borginni. Við erum auðvitað að með markmið og vinnu í öllum hverfum borgarinnar það hvernig við getum verið heilsueflandi borg, hvernig við getum stutt við heilsu bæði barna, fyrst og fremst barna, á hvað við að fókusera á en auðvitað bara fólks í samfélaginu. Við höfum fókusera á börn og aldraða til að byrja með og síðan mætust á miðri leið. Það er frábært að bæði barnavernd og barnaverndarstofa geta leiðbeint okkur hvernig við höfum best að snúa okkur að því þegar þetta kemur á börnum. Okkur finnst líka kannski mikilvægt að við á einhvern nátt náum að ávarpa íþrótt- og tómstundastarf þar sem börn eru, þar sem að borgin er ekki beint með starfsmennina. Hugsanlega ættum við að vera að bjóða upp á einhverja fræðslu fyrir til dæmis eins og íþróttafélög eða eitthvað. Við heyrum ofta þar viðgangist einelti og alls konar hlutir sem kannski líka væri gott að ávarpa í framhaldinu. Þannig að ég held að það sé bara mörg verkefni framöndan sem að við getum hlaðið ofan á þetta og ef við lítum á þetta sem eitthvað sameiginlega verkefni þá getum við ná ótrúlega miklum og góðum árangri. En við reyndum, í ofbeldisstofnendinni þegar við vorum að setja saman dagskrána, þá reyndum við að fá einhvern hingað sem að gæti sagt okkur frá hvernig það væri að upplifa ofbeldi. Auðvitað getum við mörg sagt frá, við bara kannski viljum það ekki, en það var ekki auðvelt og flestir sem hafa komið fram og að segja frá, þeir hafa lent í svo ótrúlega miklu ofbeldi að það næstum því gerir okkur hinn bara svona eitthvað þetta var nú ekki svo mikið og við vildum heldur ekki að það yrði þannig en mér langaði kannski að fá að lesa aðeins örstutt úr pistli sem ég fékk sendan frá stelpu sem var 18 ára þegar hún skrifaði opið bréf til foreldra og fullorðina 18 ára og ef ég má það með leyfi forseta enda á því hún skrifar hér ég hef verið í kerfinu í fóstri var þar í áratug alltaf á flakki á milli heimila og flótt undan raunveruleikanum því að hann hræddi mig meira en nokkur martröð. Ég skrifaði þetta bréf því ég óttast ekkert meira en að það sé önnur börn þetta úti eins og barnið sem ég var. Ég átti í raun ekki æsku, ekki alvöru æsku. Stanslaus ótti fylgdi mér eins og skuggi hvert sem ég fór og ég sá djöfulinn í hverju horni, treysti engum, allra síst sjálfri mér. Þeir sem stóðu mér næst, þeir sem áttu að vernda mig eftir lagana og Guðs hendi, fóru verst með mig, brutu mig niður andlega, brutu mig niður líkamlega, brutu mig niður, tóku sálina mína, tóku meitumann minn, brosið mitt, ljóman í augunum. Þeir tóku það litla sem ég átti eftir af voninu sem ég bjó yfir í byrjun, í barslegri trú að lífið mitt yrði eitthvað tíman beta. En maður getur ekki flúið djöfluna sína, maður getur ekki flúið skuggana eða martræðnar sem að ásækja mann í vöku sem á draumi. Maður getur hins vegar nýtt sér reynslu og reynt að læra af henni. Og þess vegna skrifa ég þetta bréf, ég vil ekki vorkunn, ég vil ekki samúð, það gagnast mér ekki neitt. Það sem ég vil að enginn lendi því sama og ég. Lífið er ekki auðvelt, ekkert líf er fullkomið, en ég vil að minnstakosti leggja mitt af mörkum til að vekja fólk til umhugsunar. Takk.
þökkum Heiðbjörg fyrir. En þá ætlar borgarstjóri að flytja lokaávarp. Já, takk fyrir forseti, ágætu borgarfulltrúar og gestir. Ég vil nú bara þakka kærlega fyrir þennan áhugaverða og fræðandi fund og þakka ykkur kærlega fyrir fyrirlesarar hér, fyrir ykkar góðu innlegg sem að auðvitað sýna okkur að það er ýmislegt ógert, en að samanskapi þá skynja ég hér heilmikinn vilja og það er allir að vilja gerðir til þess að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að koma í veg fyrir ofbeldi og mikilvægt auðvitað eins og kom hér fram hjá borgarfulltrúa Skúla Helgasyni. Það er auðvitað stórhættulegt þegar að það er einhvers konar normalisering farin af stað hjá ungu fólki gagnvart ofbeldi, ofbeldishegðun og sama við ef að sem sagt þegar það er verið að svona normalisera einhvers konar já, hvað maður að segja ofnota í raun og veru eða gera allskyns svona einhvers konar kynhegðun sem við myndum telja óeðlilega, verða að reyna að gera slíka hluti eðlilega, normalisera hjá börnum og sama við bara allt, það er neysla, það er við auðvitað sem fyrirmyndir, við skiptum miklu máli, hvernig við höfum okkur, hvernig við umgangumst annað fólk, hvernig við umgangumst vímugjafa, tóbak, áfengi, allan þann pakka, hvernig við tölum þessar hluti, hvort okkur finnst að hlutir eigi að vera mjög aðgengilegir eða síður aðgengilegir, hvort að forvarnar séu aðalatriðið eða hömlurnar. Þetta er allt spurningar sem við verðum að velta fyrir okkur. Getum haft mismunandi skoðanir á þessu, okkur getur fundist alls konar, en það er mjög mikilvægt að þetta sé stutt rannsóknum og þetta sé mónitorað mjög vel, því að þegar öll er á botni hvolft, þá skiptir eiginlega voða litlu máli hvað mér finnst þessa hluti. Staðreyndin að vera að fá að tala. Og ég já, ég skal bara gera játningu. Ég sem sagt á 13 ára strák sem að ég á tímabili og hann var svona pínu, hann er 4 og við fórum að fara saman í ræktina og meðal annars að stunda box sem okkur fannst voða fyndið og það var mikið gaman að þessu. Svo vorum við búin að gera þetta nokkur sinnum og þá fór ég að hugsa, þetta er bara ekki eðlilegt. Þetta er bara ekki alveg rétt, sko. Hann var að lúberja með strákunum og ég hann. Og þetta var allt innan svona ákveðins að ramma og okkur leið bara báðum bara vel með þetta. Og ég var með hjálm á hausnum og þegar hann mátti kýla mig í hausinn, ég mátti ekki kýla hann í hausinn. Og þetta var ágætis hreyfing, við vorum alveg bullsveittir þarna, en svo hugsaði það er eitthvað alveg opaslega rangt við þetta. Við hættum þessu. Og munum ekki taka þetta upp aftur, allavega ekki bráð. En já, þetta var svona út úr. En það er svona, þetta er aðeins samt segir okkur, það er oft stutt á milli, sko. Þess sem maður getur talist eðlilegt og þess sem er svo svona kannski í það minnst á grensunni. En aftur, takk kærlega fyrir þennan góða fund og reglulega ánægilegt að vera með ykkur hérna og ég vona að við sjáumst öll að ári og helst ennþá fleiri. Takk kærlega. Kærlega, þurfum ekki að greiða hann? Jú, akkurat. Þá er dagskrá tæmd að öðru leyti en það að við höfum eftir að afgreiða tillöguna um innleiðingu verkefnisins útlinskátt gegn ofbeldi í öllum skólum borgarinnar. Hún er borin fram til afgreiðslu. Þeir fulltrúar sem eru samþykkir. Tillagan. Já, við erum sem sé að bera upp tillöguna. Allir búin að ná því. Samþykkir. Það er samþykkt samhljóða.
Þá þakka ég kærlega fyrir góðar umræður og þakka gestum sérstaklega fyrir góð erindi og innlegg. Það er fínt að fínt að fólk spreytir sig á að tjá sig, ég mæli með því. Það skaðar engan. Ekki svona til lengri tíma allavega. Ég fundið slitið, takk fyrir.